Þessi þáttur í boði Pop Smells frá Nova Sirius. Þetta súkkulaði pop sem kemur í 2 bragðtegundum, venjuleg súkkulaði og piparduftið. Piparduftið klálega uppáhaldið mitt. Subway, bestu bátarnir í bænum. Subway býður upp á alls konar mat, vefjur, salat, báta. Uppáhaldið mitt, klálega kaldur BMT og ég verð að fá allavega 3 svona smákökur í dessert. Sambíón reka 5 kvikmynduhús, 1 á Akureyri, 1 í Keflavík, 3 í bænum, Álfabakka, Kringlunni og Egilshöll. Þið sem hafa hlustað mikið á bíóblaður vitið að Egilshöll klálega uppáhaldsbíóið mitt. Það ekkert sem toppar sal 1 þar. Ég vil þakka þessum fyrirtækjum kærlega fyrir stuðninginn. Ég vil líka þakka ykkur fyrir að horfa að hlusta á bíóblaður. Ef þið viljið styrkja bíóblaður, þá mæli ég með það verslu við þessu frábæri fyrirtæki. Ég vil minna á að bíóblaður á Instagram, TikTok og Facebook. Endilega fylgið mig þar. Ég með listan í símanum. Þú með listan í símanum? Þú ert með hraðsveikketilin á borðinu? Þú ætlar að gera eitthvað sérstætt í dag, Sigurjón? Já. Hvað ætlar að gera? Yndislega kærasta mín ákvað að gera fyrir okkur að því að við vissið að það væri sérst jólaþema. Ákvað að búa til hérna svona súkkulaði bombur. Shoutout á hana. Hún heitir? Sif. Shoutout á hana. Já, þetta bara geggjað. Þetta lítur mjög vel út allavega. Já. Líka ekki að rétta þetta upp hérna, sína myndavelni. Hvað þetta glæsilegt? Eitthvað svona jólakúla, mættum að kalla það? Já, eða ekki bara. Já. Ég veit ekki alveg hvað þetta mætti. Já, þessa. Já, sko, svo bara hendum við þessu víst í bollan. Ég pínu stressað fyrir þessu. Hvað á að gerast? Segjum fólki það. Sko, það sem á að gerast, ef allt gengur upp, þetta er fyrsta tilraun á þessu, og við fáum að vera hérna experimental. Ok, og ég seti þetta bara svona í bollan? Seti bara í bollan. Og það sem við ætlum að gera er svona hraðsuðukettilinn, sko, fyrir það sem verður að spá. Heitt vatn. Við ætlum bara að hella og það sem að mun gerast er að þetta bara bráðnar og leysist upp eins og það er að gera akkurat núna. Ok. Þetta að svínverka. Og hvað? Það er að stökku upp ykkur sigurpúðar og dót og svo erum við bara komið með heitt súkkulaði með sigurpúðum og skemmtileg heitt. Heldu hérna fyrir mig. Þetta lítur vel út. Já, pínu stressað bara, shit, ef þetta virkar ekki, hvað þá? Þetta bara svínvirkaði. Þetta svínverkar. Svo er spurning með bragðið, en á maður ekki að hræra þess í þessu. Sjóðum þetta heitt. Þetta er rosa jólalegt. Já, ég hugsa að þetta fytti vel inn í þemað hjá okkur núna, sko. Já, við erum bara að tala um jólamyndir. Ég gerði nefnilega ekki svona þátt í fyrra. Þá hafði ég bara svona jólaspurningkeppni. Já. Þannig að þú stakst upp á þessu. Já, sko. Mér finnst það svo góð hugmynd. Ég elska jólin. Af hverju er jólin svona skemmtileg tími? Það er svo allt við þau einhvern veginn, bara kósíleikinn og ég er mikill kósímaður. Þú er mikill kósímaður? Já. Ok. Þannig að jólin eru fullkominn tími fyrir mig. Hvað er kósí? Hvernig skilgrunum það, kósímaður? Við erum bara, þú veist, undir teppi og horfa á bíómynd og við erum með heitt kakó og eitthvað kerti kannski og svona kósí. Ekki, þetta er bara skeðið hérna. Þannig að þú ert kósímaður? Já, og jólin eru frábær tími fyrir kósí. Það er svona, það er myrkur úti. Ég er endar ekki hrifinn á skammdeginu, eins og Íslendingar almennt. Nei. En, þú veist, það er jólaljósin og snjórinn. Já, og það er einhvern veginn tilfinningin að maður horfur út um gluggann og maður hugsar, það er ömurlegt hann úti. En ég hef það svo gott inni. Ok, ég er enda að hugsa það líka. Það er bara, þú veist, það er svo geggjað. En svo náttúrulega sumrin þá er það á að vera öfugt, skilur, og maður horfur út og maður hugsa bara djöfull vil ég vera úti. En þetta er tímina sem maður hugsa djöfull vil ég vera inni. Já. Og hvað mér líður ekkert illa við það að vera að glápa á sjónvarpið í allt kvöld. Nei, maður fær nefnilega ekki móral. Ekki neitt. En það var sem vel við hæfið að því núna er úti, það er þvílík snjókoma. Það er mikill snjór og það er bara kósí okkur inn. Þetta er bara fullkomið. Það er ekki, fyrir svona kósí mann eins og þig. Já. En er þetta ekki sjónandi heitt? Ert þú búin að smakka þitt? Nei, ég er svo mikil skræfa það kemur að svona heitum drykkum. Ég verð að bíða þessi. Já, eða það ekki, verður ekki láta aðeins kólna? Jú, ég hugsa það. Og bráðuna en sigurbúðinni? Ok, þannig að þú er alltaf verið í jólabarnið eða eitthvað? Já, eiginlega. Bara frá því mannst þetta þér? Já, sko, það er svona stigmagnaðist eiginlega með árunum. Þú veist, ég á mjög mikið jólabarn þegar ég var krakkin, allir, þú veist, bara gæt mikið að gjöfum og allt er frábært og þú bara, þú veist, opnar ykkur á 100 pakka eða eitthvað, hefur það næs. Og varstu bara meira jólabarn? Já, svo slakaðist þetta smá á, ef mér minnir rétt. Og svo einhvern veginn bara síðustu 10 ár, þá hefur þetta bara stigmagnast með hverju árunni, sko.
Ertu bara einhverju maximum í dag? Mér finnst þetta bara geggjað, ég elska þetta. Meira þú varst 10 ára? Já, ég held það alveg örgulega, því að það er bara svo mikið við einhvern veginn sem er betra núna heldur en áður. Eins og hvað? Þú veist, jólin eru núna meira bara, þú veist, reyndar ekki ár, en það er, þú veist, það er jólafríið, þú veist, fríið frá vinnunni, skilur að fá slaka eins á og svona, resetta sig og... Já, þú meina það, þú þarft ekki að díla við það þú 10 ára? Nei, þá er bara eitthvað jólafrí í skólanum og hérna, þú heldur bara frá að lifa línunni þess að ekkert sé, sko. Já, það er ekkert spennandi, þannig sé. Nei, svo náttúrulega líka, það er þægilegra núna að upplifa desember heldur en þegar maður er barn, því maður er ekki endalsu spennu fallið, skilur, þú veist, maður er ekki bara, dagatalið á morgun, maður. En áttu dagatal? Núna? Já. Nei, ég var endur ekki dagatal. Já, ok, þú ert ekki í þeim pakka? Nei, ég ætti ekki að fá mig dagatal. Ég hef stundu gert það, eftir að vera fullorðin. Já, ég meina... Það er stemming. Já, af hverju ekki. Ég árendar, sko, dagatalið sem ég á, við eigum, heima, er jólahúsið úr Christmas Vacation. Sem er alltaf köttað, þú veist, það er opnað svona glugga. Eigið þið svoleiðis? Við eigum það. En ég man ekki nú, það er svolítið síðan ég sá Christmas Vacation, það voru einhverju pakkar, voru ekki bara myndir? Já, þetta er bara myndir, jú. Bara opnar, þetta er bara hús með 24 gluggum. Opnar bara gluggana. Það var ekkert nammi eða svoleiðis? Nei. Og svo er 24. desember, það er svona 2-faldur gluggi sem opnar. Keyptur þetta út af því þetta var í Christmas Vacation? Já, fengum myndi í gjöf, já. Já, ok, það er ekki samt geggja. Það er bara snilt. Ég var til að eiga svona jóladagar. Þetta er bara frá USA. Frá Bandaríkjunum, auðvitað. En þú er barnlaus, eða ekki? Jú. Já. Ég er nefnilega að regnast mitt fyrsta barn, núna bara í janúar, þannig að hann er verið að innsás núna þegar jólun er að gangi í garð. Já. Það var náttúrulega ekki komin alveg 100% skilningur á þetta allt. Nei, hann er það svo lítill, en ég finn það samt til mér að þegar það öfutu þig, þá hefur þetta hjá mér bara svona dalað. Já. Því mér jólun verið rosa mikið krakkátíð og fjölskyldi. Því núna er ég barn og svona, er ég orðin spenntar fyrir jólunum. Það er talað svona næstu árum. Því að þá fær hann pakka og svona. Já, upplifir þetta alltaf gegnum hann, sko. Já, einmitt. Því ég finn það alveg hjá sjálfum mér að þetta er svona, mér finnst þetta ekki eins spennandi að mér fannst það. Nei. Þannig ég öfundi þig pínu. Ég var svo mikið jólabarn þegar ég var lítill. Já. En það er sko, það hjálpa líka að miðað við kærustuna mína, þá er ég svona 5 í spenntur skala. Er hún svona mikið jólabarn? Hún er rosaleg, sko. Hún er next level. En það lítur á smiðandi? Mjög smiðandi, sko. Þannig hún er að fara að rífa þig upp ennþá meira heldur en hún hefur verið? Já, með hverju árunni þá verð ég alltaf spenntar. Ég held að hún sé líka að gera mjög mikið, sko, varðandi jólastemninguna. En hvað gerir þú þá? Eins og á jólum, þú sko, ertu með eitthvað svona hefð, eitthvað svona sem þú gerir alltaf? Eða að horfa alltaf á sömu myndina, skreita jólatrí alltaf á sama tím, eitthvað svona? Sko, ég er með mjög fáar hefðir nefnilega. Ég er með eina hefð, það er að horfa á Christmas Vacation 1. desember. 1. desember? Já. Já, er þetta sem þú fara að horfa á hana á morgun? Það er hefð sem ég er með. 1. des? Annars er ég með bara, hefðirna mínar varðandi jólin er eiginlega bara jólamyndir, sko. Þess vegna vildi ég svo mikið gera hana þátt. Ég horfi svo rosalega mikið á jólabíómyndar. Ok, því ég verð að viðurkenna eitt núna strax. Það er bara fínt að vita þetta núna bara upp að þáttarins. Ég hef í rauninni ekkert séð það marga jólamyndir. Já, það er allt í lagi. Þannig ég er að vona að þú veist að fara að fræða mig og koma með einhverja geggjar hugmyndir, segja mig hvað eru virkilega góðar jólamyndir. Já, ég er búin að sjá þær margar. Ok, þú er búin að sjá þær margar. Við gerum lista. Top 5 myndir. Já. Og þú talar fyrir þáttinn, við hefum ekki á top 10. Já. Af hverju? Það voru sko, ok, ástæðan fyrir því að við gerðum top 5 er náttúrulega fyrst og fremst út af þessu listafóbíu sem ég er með, sko. Ég á mjög erfitt með að setjast niður og skrifa lista í myndir. Ef þú myndir biðja mig að gera, þú veist, skrifa hennar top 10 uppáhaldsmyndina hennar. Það væri mjög erfitt mission fyrir mig. Og gætir ekki gert það? Jú, örugglega, með nægur sko tíma og pælingum og eitthvað svona, það er alveg erfitt fyrir mig. Ok. Er erfitt þá fyrir að narroa myndina niður í 10 eða ranka þér? Ranka þér. Það er svo gaman. Það er illa vandamálið, sko. Eins og fólk spyr maður, eins og kemur oft þegar fólk átt að segja á því að maður sé svona rosalega mikill kveikmyndaáhamaður, þá kemur oft, hver er uppáhaldsmyndin? Eða hver er besta mynd sem þú séð? Átt engu uppáhaldsmynd? Jú, sko, uppáhaldsmyndi mín er eiginlega, þetta er skemmtilegt að því þú varst að tala Kevin Smith daginn, uppáhaldsmyndin mín er eiginlega Clerks.
Of all time? Já, svona, þú veist, uppáhalds, já. Sem þykir eiginlega svona væntast af því að hún bara svo íkónisk, hún svo mikið, hvað maður segja, svona genie in a bottle. Hún næri einhverjum fullkomni era og hún fangaði það bara. Sammála. Þú horfir á þessa mynd og þú sérð bara 1990 tíman. Þú veist, vídeoleigurnar og shoppurnar og það einhvern veginn allt bara sem að fangast svo vel í þessari mynd og hún svo brilliantly skrifuð. Og hún fyndin, ennþann þetta. Já. En mér finnst hún ennþann fyndin. Já, því að brandararnir eru ekki, mér finnst þeir ekki tímasettir. Þú veist, þeir eru tímalausir, sko. Já, í rauninni, svo líka bara þetta snýst svolítið mikið þeir eru alltaf í afgreiðslu. Er það gott að bræða? Þetta er mjög gott. Ok, þetta er mjög gott. Það er sérst öðrætt fyrir mig að drekka þetta núna. Já, ég held að þetta koma á góðan stað. Og líka bara, ef þú hefur einhvern tímann unnið í afgreiðslustarfi. Já, þetta er mjög gott. Takk kærlega fyrir þetta. Bara geggjað. Já, afgreiðslustarf, það er alveg í dag, jú, tæknin aðeins búin að breytast. Já. En þú veist að með viðskiptavinni og þú kannski lendur ákveðnum viðskiptavinni þetta á ennþá við í dag eins og var fyrir 30 árum. Já, 100%. Í grunninn er þetta bara að þú ert að afgreiða fólk. Já, einmitt. Og fólk breytist ekkit voðalega mikið í, þú veist, náttúrulegri hegðun. Þannig að karakterar sem að koma í þessari mynd í formið viðskiptaðina er ennþá staðar í dag. Þannig að það breytist ekkit. Það breytist ekki neitt. Eina sem er horfið er í rauninni í vídeolegan, sko. En þá verð ég aðeins að spyrja það, því þú tala þessu uppáhaldsmyndi sem þetta er lista og svona og Clerks er klálega ekki jólamynd. Nei. Og þegar ég var að setja saman minn lista og það er ein mynd sem ég hélt að kæmist á listan en svo horfði ég eftir á hana fyrir þennan þátt. Þegar ég hef ekki séð hana í 15 ár. Ok. Og ég var eitthvað, þetta er ekki góð mynd, ég get ekki sett hana á list. Ég ætla að segja það eftir kommentar. Ok. Allavega, þá fór ég að pæla. Já. Jólamyndir. Bara jólamyndir, þessi típa bíómyndum. Ef einhver kemur til og spyrja, Sigrún, jólamyndir, eru það góðar? Hvað myndir þú segja? Já. Þú myndir segja? Já, fyrir það sem þær eru, já, okay. 100%. En svo náttúrulega kemur spurninginu þetta, hvað er jólamynd? Og þú ert með svar. Ég vona það. Sko, þú veist, ég er með ágískun. Þú er með ágískun, ok. Já, ég er ekkert eitthvað, þetta er ekkert konkrétt, þannig séð, sko. Það popkúltúr með jólaþátt sem að ræðir jólamyndir. Ok. Og við tókum þar aðeins, sko... Ég að teka honum? Já, tókum aðeins svona, þú veist, af hverju eru ekki öðruvísi myndir? Af hverju ekki páskamyndir? Af hverju ekki svona stort? Páskar eru risa hátíð, sko. Þú veist, af hverju er það ekki? Það er bara... Er eitthvað páskamyndir? Jú, er hérna, kanínumyndin hann sem að, þú veist, enginn sér, hopp eða eitthvað. Er það páskamynd? Það er páskamynd. Hún er páskakanínan. Ó, ég ætla að það var bara kanínumynd. Nei, sko, það er ennur málið. Allar páskamyndir, það er alltaf með kanínum. Svo horfum við neyra á plakati og bara, það er önnur kanínumynd. Geggjað. Þetta er önnur páskamynd. Já, þetta er önnur páskamynd. En það er alveg rétt, já. Það er svo margar jólamyndir. Alveg bara nokkur hundruð örugglega, ekki þúsundir. En svo páskamyndir, þú náðu að nefna eina og ég mitt eftir enginu. Nei, ég veit aðra mynd sem er alltaf sýnd á RÚV, sem er þarna Jesúmyndin, teiknimyndin. Hún er alltaf á morgnana. Ég veit ekki á hverju RÚV tekur þetta ekki úr dagskrá því að börn vilja ekki horfa á þetta. Hvaða mynd er það? Það er einhver ömurleg mynd Jesú að fara að krossinum og hann lifna við og eitthvað svona, þetta er bara, þú veist, þetta er bara bull bíómynd, hún er frá, þú veist, 1960 eða eitthvað og RÚV bara tekur hann ekki á dagskrá. Bara ennþá dagskrá? Já, þetta er ástæðan, ég man eftir þessi myndi ég var krakki, sko, þá hugsaði ég bara, vá, hvað þetta er ömurlegt, því að vanalega voru náttúrulega páskadagar, er það ekki daginn sem maður opnar eggið? Jú, páskadag. Já, páskadagur sem krakki. Ég ætla að tölvöld trippnar að páskunum því á krakkiheldin í dag, sko. Páskadagur, já. Það var allt annað. Páskadagur sem krakki, þá bara fekk maður egg og maður sat bara fram sjónvarpið og horfði bara barnatímann allan daginn. En þá var það Stöð 2 sem var barnatímann, sko. Nú var að sýna eitthvað kjaftaði með einhvern Jesú sem var krossvestur og eitthvað sem engin krakki hefur áhuga. Nei. Bara, ok, að koma kristinfræði inn í hérna. En þá eins og með jólamyndir. En þú segir, hvað er jólamynd? Er ekki skilyrði, nú ætlum ég að koma með eitt, er ekki skilyrði að hún gerist á jólunum? Jú, ef þú ætlar að flokka þetta sem jólamynd, jú. Já, er það ekki svona, myndir ekki segja að það veri grunn, svona, þetta var checklisti, er það ekki efstablaði? Ég held það, sko. Að því jólasveitn og eitthvað svona, eða snjór, er það ekki aðeins neðar? Að snjórinn setja staðar?
Ég meina, ekki að gera jólamynd sem gerist bara í LA og það ekki snjór. Það getur alveg verið jólamynd. Já, það hægt að gera jólamynd sem gerist í LA og snýst rán í risastóru húsi og það lögga sem að bjargar öllum og heitir Die Hard. já, einmitt. Það ekki snjór í henni. Er það jólamynd? Það jólamynd, já. Ég var að horfa á hann aftur. Af hverju er það jólamynd? Það bara mjög auðvelt. Hún gerist á jólunum. Lögin í myndinni eru jólalög og allt þemað í kringum myndina er jól. Það er, hann er að koma í jólaboð og það er jóladæmið í gangi. Skreytingar. Og þú veist, þessi spurning, þetta er eitthvað sem internetið bjóð til. Af hverju byrjaði fólk að tala það ekki jólamynd? Af því allt í henni var það nett, skilur þú veist, ég horf ekki jólamyndir en ég horf á Die Hard. Og þetta er eitthvað svona, þetta er eitthvað voða edgelord, eitthvað svona, þú veist, jólamyndir er bara drasl, en ég horf á Die Hard, það er ekki jólamynd, skilur en þú veist, það er jólamyndi mín. Bara eitthvað, gaur, þessi myndi búin að vera jólamynd sem kom út, hætti þessu kjaftaði. Manst þú samt? Ég veit, þú varst ekki fæddur, ertu ekki 90 eitthvað? Já, 94. Þú varst ekki fæddur þegar hún kom út. Veistu að manstu hvernig hún var frumsýnd? Nei. Ég held að ekki verið á jólunum. Ég var að fakttjekka það snakka. Ég var að tjekka það. Ég ætla að segja það að Die Hard hef ekki verið sýnd á jólunum. Hún er svo ótrúlega jólalega, ég á bara erfitt með að trúa því. Þú þurftir að giska. Heldur þessi sýnd einhvern tíðan í desember? Nóvember eða desember, já. Einhvern af þessum berjamánuðum allavega. Berjamánuðum, ok. Það er eitthvað lélt netina, ég ætla að tjekka á þessu. En eins og með Die Hard, að því mér finnst fálægt að segja þessi, auðvitað er þetta jólumynd. En ég ætla að segja, og þetta meikar ekkert sem ég fara að segja. Að því mér finnst það jólumynd, en ég hugsa aldrei hana sem jólumynd. Ekki? Nei, aldrei. Ég horf alltaf á hana í jólunum. Já, það? Já. Ég er nefnilega að horfa á hana oft bara á okkur allt öðrum tímum. Já, ég meni, ég get alveg hort á hana hvernig sem er, sko, en á jólunum þá horf ég alltaf á hana. Ég hugsaði þetta líka sérstaklega núna, því að kannski ætlaði að taka fram ekki hvaða dagsningur í dag, það er 30. nóvember, 1. desember á morgun. Ég byrjaði á jólamyndum. Ég líka, reyndar svolítið út á podcastunum. Já, en á þessum tíma er ég vanlega byrjaður. Love Actually er alltaf fyrsta. Ok. Af því að hún er svona... Love Actually og Die Hard eru fyrstu myndinar. Af því að Die Hard er, eins og segir, þú veist, það er ekki snjór í henni og eitthvað svona dót. Jú, það er ekki eitthvað snjór. Nei, það er í 2 kannski. Já, það er í 2. Já. Það er í 2. Þetta er alltaf gerist í LA. Já. Alveg. Sorry, bara núna er ég búin að tjekka þig. 20. júlí, takk fyrir. Já, ok. 20. júlí 1988 voru sýnd í Bandaríkjunum. Það er mjög athyglisverður tími samt til að sýna þessa mynd. Já. Sérstaklega að því að þú veist, það eru, ég hlustaði eftir bestu getu, eftir allir tónlistin í þessari mynd og ég get svo svarað að það er bara jólalög. Já, ef það er lag í myndinni, þá er það jólalag, held ég alveg örugglega. Það er ekki talant sem ég horfði á hana, sko. Nei, ég held að það er meira að segja þegar skápurinn opnast, glorified atrið, skápurinn er loksins opnast, þeir eru komnir inn, þeir eru alltaf gangu upp, þá er jólalag undir. Þannig að það er að spilast. Já. Það. En eins og með það, með sem Die Hard, ástæður ég hugsa ekki um hana sem jólamynd og ég er alls ekki sem þessi ekki jólamynd, þetta er bara mín persónulega skoðun. Mér finnst það vera bara svo miklu meira en það. Af því þegar ég hugsa um jólamyndir, þá er ég ekkert að hugsa svakalega mikla gæðamyndir. Ég verð að veikina það. Já, ég meina það, vonandi breytir skoðun þín eftir þennan þátt. Þú kannski gefa mig eitthvað sleggjur og ég er bara eitthvað, fuck, ok, kannski. Vonandi. En ég meina, ég skilji, það eru sumar myndir sem að sko transcenda það, eða fara lengra en það að vera bara jólamynd. Shane Black gerir þetta mjög vel. Hann býr til myndir sem að gerast á jólunum. Það er eiginlega alltaf jól og það er eiginlega alltaf barn. Og það er einhvern veginn bara virkar. Síðustu 2 myndirnar hans hafa ekki verið jólamyndir eftir því sem ég best veit. Nice Guys, held að hún gerist ekki í jólunum. Það er samt ekki. Gæti samt verið. Hún allavega gerist í LA, þannig að þú veist, það er erfitt að ef maður er ekki múin að sjá hana nýlega, þannig að það er ekki snjóraðan eitt, sko. En ég man ekki tímabilið sem myndin gerist í, gæti verið hún gerist í jólunum, ég man það ekki, sko. En svo Predator, hún gerist náttúrulega alls ekki á jólunum, held ég. Nei, það minnir ekki. Það er rétt. En margar hans myndum, og það er stór ástæða fyrir ég get alveg sagt það núna, ég ætla kannski ekki að fara nánar út í það, en ég ætla að gera Shane Black þátt fyrir núna í jólunum. Já, ok. Af því hann er rosalega jólakall, en eins og þú segir, hann kannski ekkert...
Hann byggir myndina sínar ekki kringum það að séu jól. Nei, og þú veist þetta sem nörd, en kannski svona hinn almennu borgar sem pæla ekkert mikið í þessu, myndi kannski aldrei beint tengja hann við jólin. Nei, Lethal Weapon, Kiss Kiss Bang Bang, Iron Man 3, allar þessi myndi gerast í jólunum. Ég ekki líka að læsa bóðskap eitthvað jóladótt. Það er rugla. Jú, getur verið. Ég segi, það er náttúrulega... Það gerast oft í, LA eða eitthvað. Já, það er svona náttúrulega líka erfitt að muna því að þetta er náttúrulega gerist oftast í LA og það er náttúrulega ekki snjór. Nei. Þannig að þú hugsar ekkert beint að þetta sé einhver jólamynd. Bara vill svo skemmtilega til að hún eigi stað á jólunum. Ég meina Long Kiss Goodnight, það er jólamynd. Já. Ég veit að leikstin ekki náttúrulega skrifa hana. Já, það er gamla þessu. Ok. Erum við eitthvað búin að fara út í það hvað einkennir góða jólamynd? Erum við ekki bara búin að tala um hvað er jólamynd? Jú. Hvað finnst þér einkennir góða jólamynd? Sko, ég var nefnilega að hugsa þetta og ég komst að einni niðurstöðu sem tengist eiginlega því af hverju eru jólamyndir svona vinsælar. Og ég vil taka það fram að þetta er bara mín eigin rannsókn vinna byggð á engu. Engri heimildavinnu eða neitt. Okay. Og það er pottið að finna einhverja marketing ástæði fyrir því að jólamyndir séu svona mikið þing, þú veist bara því að það er stæðsta verslunar hátíð allra tíma og fólk kaupir og svo kemur myndi í bíó og það er bara box office og allt svona dót, sem er örugglega ástæðan fyrir því að jólamyndir urðu þing að því að fólk bara eitthvað trekkist að þessu, þú veist, það er bara jólin eru allstar og það er bara okkur ekki að fara jólumynd líka. En það sem að ég held að virki svona vel við jólamyndir er að oftar en ekki eiga er það sameiginlegt að aðalkarakterinn eða aðalkarakterarnir er að gangi gegnum mikið stress og mikil erfiði og í endan þá er svona stórt svona það gekk allt upp. Ég heldur pælt í þannig. Og það einhvern veginn endurspeglar nákvæmlega það sem að við erum að upplifa. Þetta er svona lítill skammtur af 25. 27. desember. Það er búið að kaupa gjafirnar, það er búið að pakka öll inn, það er búið að elda matinn, það er allt komið, það er allt búið, það er allt gert og þú bara svona, getur slaka á. Og myndirnar eru eiginlega svona cirka bát 2 tími að þessu og þú veist eiginlega það að manneskjan sem er í myndinni er að upplifa eitthvað sem er verra en þú ert að upplifa. Já, það er enda rétt. Þegar við tökum Christmas Vacation til dæmis, svo mynd er bókstaflega bara uppbygging að jólunum og svo jóladagurinn sjálfur. Og svo alveg í seinusta atriðinu, þá allir bara svona, þú veist, ok, nú getum við slakað á. Það er náttúrulega bara horror sem þau eru upplifa. Miklu verra en eðlileg fjölskylda nokkuð tímann upplifir. Þannig að þetta lætur svona, held ég horfa aðeins á það sem þú ert að gera og ok, þetta er ekki það slæmt. Nei, já, ég skilji. Það er það sem er grunar að... Þessi stór partur af þessu. Já, og gerir góða jólamynd. Þá erum við aðra spurningu. Þetta er þessi fór pæli. Ég ætla að horfa aðeins fleiri, ég bara náði ekki fyrir henni þátt. En ég horfði aftur, ég þurfti að rifja upp nefnilega 3 myndir. Svo síðan ég sé þær. Ég bara svona, mér langar að setja þær á listan. Og svo ég fyrir nánótið það eftir þau fyrir með listana. En þá fyrir ég að hugsa, þurfa jólamyndir að einhver marki, að einhver leiti, að vera væmnar? Nei. Ekki? Nei. Það þurfa þess ekki þetta. Mér finnst það svona mörgum sem ég fíla, það er ofta eitthvað svona væmni. Þetta er náttúrulega hátíð ást og friðar. Já, það er enda rétt. Þemaðið þarf að spila inn í, sko. Já, en þú veist, ég er ekki að tala um að því ást og friður og kærleikur og fjölskylda og eitthvað svona, það þarf ekki að vera væmi. Nei. En þú skilur hvað við, þetta er svona, fyrst þetta svona aðeins yfir. Já, Hollywood náttúrulega þarf að gera það væmi, sko. En af hverju? Selur það ekki bara? Það er ekki bara alltaf málið. Ok, önnur spurning, að mögulega rétt sér, önnur spurning. Þarf jólamyndin að vera feel good? Við dettur líka hugmynd sem er ekki feel good jólamynd. Ok, sko, þá erum við komin í eitt annað genre. Því að sko, það er hægt að horfa á jólamyndir sem svona, hvað maður segja, svona topp kategóriu og svo erum við með subgenres, bara svona undir kategóriur. Er það með svo horror jólamynd? Já, með horror jólamynd, sem er alltaf alls ekki feel good. Svo erum við með spennu jólamynd, eins og Die Hard. Er Die Hard feel good mynd? Ég myndi aldrei segja það. Bara spennumynd. Og hasamynd. Já. Við mennum, jú, vissulega, ást og kærleikur er undirliggjandi þema því að hann er að endurnýja sambandið sitt við konuna. Það er svona jóla... Fjölskylda er stórt þema í þeirri mynd. Já. En hún er ekki væmin. Nei. En Christmas Vacation, hún væmin.
Nei, mér finnst það ekki. Nei, ok, kannski ekki. En hún er feel good. Hún er feel good. Já, en hún er ekki væmin. Hún gerir þetta vel, en það er kannski að því að þetta er vacation myndirnar, það er bara að púlla þetta vel. Hafa púllað í þú veist, vacation, European vacation og Christmas vacation, er púlla fjölskyldu dramaðið mjög vel á þess að þurfa að fara í einhvern væminn stað. Þegar að fjölskylduna rífst og sættist og svona og alla deilina sér lendi, það er alltaf einhvern veginn bara svona fyndið og svona, þú veist. Það er enda rétt. Ég er líka kannski, nú mín kenning kannski fárleg, að ég er kannski aðalega með þetta 2 myndir sem ég nefna þess að betur hættir. Ok. Ok. Ef við að fara að dempa okkur ég er spenntur að heyra hvað þú fílar. Þú varst með honorable mentions líka. Varstu nokkuð með eitthvað 20 þannig eða eitthvað? Nei. Ok. Ef 19. Ef að farið við þær fyrst að hún að færa við listaðin. Endilega. Ok. Og það er náttúrulega möguleiki að eitthvað af þessu 4, 5, 6 eða 7. Ok, komdu með það, því að pottið eitthvað sem ég ekki sé. Já, og gæti verið að eitthvað af þessu sé á listanum hjá þér, sko. En, sko, ég setti Kiss Kiss Bang Bang hérna inn. Ég horfði á hana aftur í fyrra, hafði ekki séð hana í mörg ár. Og hún heldur sér ennþá ágætlega upp, bara mjög skemmtilega. Og þú veist, jú, jólamynd, en þú veist, virka líka þó að sé ekki jól. Hugsaðu hana sem jólamynd? Ég hugsa hana að því leiti eins og ég gerði í fyrra. Ég hugsa að ég sá hana og ég get tekið þessa með. En ég get líka horft á hana hvernig sem skilur. En á meðan ég er að horfa á jólamyndir, þá get ég alveg dælt henni með henni. Finnst þú núna eiga heima með Die Hard sem svona jólamynd en samt svona meira líka? Já, hún er samt minni jólamynd heldur en Die Hard. Já. Það er ekki mikið, þetta er sín blakkisminn þarna. Já, hún er ekki, voru eitthvað jólalög í henni? Ekki sem ég muni til. Nei. Ok, það er honorable mention, ég meina þetta er frábær mynd. Já, frábær mynd, sko. Svo er þessi hérna sem var, sko, hún hefði tekið 10. sæti. Ef þetta væri top 10 listi. Bara upp á fokkið og gamanið, sko. Það er Jingle All The Way með Arnold Schwarzenegger. Það er önnur þessar myndar sem ég var að hugsa sem, hún er væmin. Hún er væmin. Þetta er ekki góð mynd. Ok, tölum aðeins hana, því ég horfði á hana fyrir podcastið. Já, að ég hugsaði mér, hún verður báttið á top 5 hjá mér. Mér fannst það alltaf skemmtileg. Ég er mikill Schwarzenegger maður. Mér var skemmtilegt að hvað snýst, eitthvað pabbi sem að finna eitthvað dót fyrir son sinn og eitthvað blá. Ég hef ekki séð hana í örugglega 15 ár. Hefur örugglega að halda því þannig, sko. Er langt síðan þú sást hana? 3 ár kannski. Ok, hvernig finnst þér þessi mynd? Sko, hún er over the top bullshit. En það er gaman að horfa á hana. Þetta er svona einhvern veginn mynd sem að horfir á, þú veist, alls ekki árlega. Aldrei gera það nokkuð tíma. En ekki gera það. En svona 5 ára fresti kannski, þú svona, já, þetta, svo bara svona, það er eitthvað við þessa mynd. Brjálaðin í Schwarzenegger, hvað þemað í myndinni mikið bull, þú veist, að gæðin er að elta þetta dót og það er bara uppselt allstar og hann er bara að finna eitt dót. Eitt eintak bara af Turbo Man. Já. Sem að er svona smá eins og þetta væri Terminator karakterinn hans. Ef þú hugsa hann í stúdía. En það er bara allt við hana svo geðveikt og hún sogar þig inn. Finnst mér allavega. Því ég man þegar ég sá hana í fyrsta skipti. Þá var ég krakki og ég var í, gleymur þessu aldrei, sko. Ég held, þetta er svona fyrsta skipti sem hún sér þessa mynd og bara mannst eftir. Ég var í svona frænku heimsókn einhver jólin og veist, fullan af fólki var fram með að tala og við vorum nokkri frendurinn í herbyggi og svo kveiktum við á sjónvarpinu og svo bara byrjar þessi mynd og við erum allir bara svona, hvað rusl er þetta? En svo bara líður á myndina og hún bara einhvern veginn soga mann inn í geðveikina og ég bara gat ekki annað en heilla staðinni. Hvað er það? Ætlaði að segja, þú veist, hann er alltaf ákveðin hraði í henni því hann er svolítið að fara milli staða og reyna að finna, þetta er ekki til hér, ég þarf að fara næsta. Já, og svo er þetta líka, mér finnst Schwarzenegger nánast þeirra karakteru af sjálfum sér í þessari mynd. Já. Þú veist, þetta er eiginlega, það væri hægt að endurgera þessa mynd með eftirhermu af Schwarzenegger, þú veist, það sem allt er gett extreme og það væri ekkert mjög ósvipað, af því að hann er svo rosalega öfgakendur. Já, í myndin. Já, þú veist, give me the toy og það er hann hlaupandi alveg brjálaður. Put a cookie down. Já. Það er mikið af frösum úr þessari mynd og kindergarten cop sem eru svona frasar sem að
sótt í þegar það verið að herma eftir honum, sko. Vá, ég þarf að sjá Kindergarten Cup, ég ekki sé hann í 20 ár. Það skelfileg. Er það ekki ruslmynd? Jú, en sama, þú veist, hún sogar einhvern veginn inn. Það eru þessar svona over the top sásinningar komedíur sem voru framleitar þarna. Hvernig fannst þið þær? Svona bara yfir höfuð, svona hann og grín. Finnst það að passa? Ekkert sérlega, nei. Hann samt alveg fyndið, hann fyndið True Lies. Já. Það náttúrulega ekki beint kannski grínmynd. Ég held að hann virki betur sem svona, þú veist... Hasagæn. Já, neða sko ekkert endilega. Ég held að bara ef út með rétta handritshöfundin, ekki einhverja kjánalega grínmynd sem gerð bara til að selja miða, sko. Já, ég skilji. Ef hann fengi eitthvað vandað stöf. Ekki bara eitthvað svona, hérna jólamynd þannig það er. Já, og hérna mynda sem að þú ert hérna leikskólakennarinn, ertu í rauninni lögga. Já. Hérna mynda sem voru óléttur. Já, junior. Já. Hann var á svona pínum flippi, þetta er allt nændismyndir. Og svo kemur Twins þannig líka. Er það ekki nændis? Er hún ekki 90? 90-91? Sko, hún virkar eiginlega betur af því að hann er með Danny DeVito á móti sér. Já, einmitt. Sitt, það er samt ekki góð mynd. Alls ekki. Ég horfði hann aftur fyrir svona, alls ekki bara 2 ár síðan. Já, hann ætlaði að vera að fara að gera framhald eða búið að vera á leiðinni í, þú veist, 10 ára eða eitthvað. Já, en á það ekki að vera með, var það Tracy Morgan sem var með? Já, Eddie Murphy átti fyrst að vera. Er rugla? Og svo daginn var sagt að Tracy Morgan Já, það er búið að tala um það. Já. Einmitt. Og það er bara nýlega, þá var bara svona að býta, já, ok, þeir eru svona ennþá að hugsa að gera triplets. Gerir ráð fyrir hún myndi heita. Ekki Twins 2. Nei, Twins 2. Hver er spennt fyrir þessu rusli? Þetta var eitthvað drasl. Ha. En ok, Jingle All The Way. Höldum hvað jólmyndar. Já, maður sé Þú ert með hana. Já, mér fannst mjög fyndið að horfa á þá mynd. Af því ég var bara eitthvað, þetta er ekki góð mynd. En það er samt eitthvað við hana. En þá er ég bara að pæla, er þetta bara nostalgía hjá mér? Ég sá hana því ég var krakki. Ég sá hana í bíó. Já. Mér fannst það geggjað. Samt held ég var samt alveg orðin 13 ára eða eitthvað. Úlingur. Mér fannst það samt mjög skemmtileg. Já, ég hef verið bara á svona svipuð bil. Ég var kannski 10-11 ég sá hana fyrst. En þú veist, þetta er samt einhvern veginn bara mynd sem að þegar þú sér hana eitthvað krakki, ég held í alvörunni að það munu flestir þegar ég sá Jingle All The Way í fyrsta skipti. Hún er það bara svona klikkuð einhvern veginn. Já, það er eitthvað svona uník við hana. Er það ekki bara Schwarzenegger? Ef einhver annar hefði leikjað hann, aðalgæjan. Aldrei gengið, sko. Þú veist, væri hún eins eftirminnileg? Nei, kannski ef að Sylvester Stallone hefði verið hana. Já, ok. Það er svona... En ef þú tekir bara eitthvað random, bara eitthvað dramaleikara, eitthvað bara standard, eitthvað grínleikara eitthvað. Kannski ekki. Þú veist, þetta hefur verið Steve Martin, eða eitthvað? Nei, eiginlega ekki. Ég held að sé ekki eins. Nei, því að hann er líka, eins og ég hef búin að segja, hann er bara með svo over the top tilburði í myndinni. Hann er gjössanlega snar geðveikur. Er Schwarzenegger góður leikari? Undir réttu kringumstæðanum, já. Já, þú myndir alveg segja það. Já. Nefnum ég sammála. Já. Hvor er þetta betur leikari, hann eða The Rock? Sko, ég sá hann á myndina sem Rock var að keyra einhvern bíl. Hvað hét hún? Ég man ekki hvað hún hét. Hann var eitthvað glæpamaður til að hjálpa dóttur sinni eða eitthvað. Það var rauninni rétt áður en að Rock var bara blockbuster gæi. Hvað heit hún? Faster? Nei, er þetta ekki hún? Þetta verið, já. Þetta var eiginlega bara eina fáum alvarlegu dramamyndum sem hann gerði, sko. Hann var góður þar. Hann var mjög góður þar. En málið er, ég held samt, þegar þú ert komin með, ég veist ekki okkur límir það. Jú, ég bara laga headphone. Já, þegar þú ert komin með gæja, eins og þessa 2, sem að hafa þann eiginleika, geta haldið upp í mörg 100 milljóna króna myndum, og þá meina ég eins og Terminator 2, í dag myndu kosta mörg 100 milljónir, skilur. Algjörlega. Þegar þeir geta haldið upp í svona myndum, og fólk dýrkar á, er þetta að segja að þessi lélugu leikari? En getur ekki verið með sjarma, en samt kannski ekki sérstökur leikari? Jú, en ég meina þá samt þarftu, er það nóg? Ég meina var það ekki að hlusta þáttum daginu þeirra sem voru að segja með Neo? Nei, eða var það? Jú, Keanu Reeves. Já, með Keanu Reeves. Já, er það góður leikari? Þú veist, hann er ekki með mikið range. Hvað? En það virkar sem hann gerir, skilur við. En þá getur við fara að hugsa út í sko, kannski ekki fara djúpt í það núna, en hvað er það að vera góður leikari? Já, menn er það gæinn sem að stendur á sviði á off-Broadway að fara með Hamlet? Er það Rock? Já, en ég er bara að hugsa eins og, tökum bara eitthvað sem að flestur saman þessu góður leikari, Daniel Day-Lewis eða Philip Seymour Hoffman, eitthvað
svona leikarar, þessum kaliber ég veit að við erum komin bara í efsta þrepið en það svo mikið range algjörlega verður maður ekki að hafa þokkall range til þess að rangeið á rock náttúrulega basically frá því að rangeið það sem augabrúnin situr og það sem hún fyrir upp já, það range hans lúkið hans, það rangeið sko þess að svo getur hann alveg gert, hann gerði dramamyndina sem var mjög góð, hann var mjög góður í henni og ég meina hann var í WWE dæminu sem náttúrulega ekkert nema bara leikrit algjörlega, bara leikur og þú veist, þetta náttúrulega leikur og bókstaflegt leikrit sem þetta skrifa það bara skrifa, bara season bara skrifa fyrirfram, bara hérna þessi tíð ætlaði að vera með drama hérna út þetta ár og svo þessi vinnur og svo tapar þessi og þið bara gera þetta og svo takk ég hérna ultimate beefið hérna alveg í log season og það verður kannski jafntefli og svo höldu áfram næsta ári og það bara ekkert mál og sér það eiginlega, það sem hefur komið frá svona WWE-gæjum ekkert endilega brjálaðislega mikið range og leikburðir eða hæfileikar, skilur, hann ekkert að taka sér ykkur óskæðsverðuna hlutverk eða þannig, en það sem að koma frá svona gæjum bara sturlaður ægi og bara, og þeir bara vinna og vinna og vinna, þú veist, John Cena Dave Bautista, Rock þessi þrír gæjar eru ótrúlegir þegar kemur að því bara hvað að leiki miklu, hvað þú veist, koma alltaf vel fram og sérstaklega eins og í promotional-efni og finnum alltaf betri gæja en þessa tvo en það náttúrulega bara því að bakgrunnum þeirra í WWE var bara að selja bara að selja brandið þú ert bara að selja sjálfa þig og þitt nafn og það bara hérna survival of the fittest það kemur að þessu WWE mun hjálpa þér með markasetni og annars líkt teka frá samt fram, ég var aldrei hort á því, ég ekki wrestling aðdáandi hljómar svo, veist allt mynd en þetta líka snýst þig, skilur, þú ert ekki að váa fólkið ef þú ert ekki að váa fólkið þá bara köttu við og tökum næsta gæja sem tilbúin til að bróta sér bakið til að gera og ég held að það var fyrir ykkurum árum síðan sem að Rock var bara með innifalið eða utanskilið samlinginu sínum, hann auglýsir ekki myndina á Instagram og samfélagsmiðlum nema hann fáið $2 million aukalega ég meina það make alveg sense ég meina gænin bara, já það með 280 milljónir eða eitthvað sem fylgja honum á Instagram akkur að þeir að fá það bara ókipis þannig að þetta svona rosalega veist, frá þessum gæjum kemur þetta en þeir að fara að taka hluturki sem fyrir sem Hoffman gæti ekki, nei, örgulega ekki þetta er svo vítt hugtak góðu leikari já, en hvað segir svona þitt insight, bara því spyrði hvað betur leikari, Arnold Schwarzenegger eða The Rock? Já, það var náttúrulega upprunalega spurningin, já þú svaraði henni ekki þú ert ekki búin að svara henni nei já, Schwarzenegger já, ég er sammálaður mér er skemmtilega að horfa hann heldur en Rock já ég get ekki séð fyrir mér hann gæti samt örugglega, þú veist ég á svo erfitt með að vera dómharður fyrir eftir Heath Ledger dæmið og svona með hvernig hann lék það Joker það bara, ég get ekki sagt nei, þessi leikar að fara sannsýla það er bara ekki hægt já, ég skilji, já, í einhverju svona hlutu sem þú ert ekki búin að eins og þegar hann á að leika Black Adam þú veist ekki hvernig Rock verður í því nei, ég geti ekki sagt, hann er 100% ekki að fara að taka, þú veist, signature eyebrow movie sitt og eitthvað svona sem Black Adam og gæinn alltaf búin að berjast fyrir því að fá að leika það hlutverk í mörg ár þannig að augljóslega er eitthvað þarna sem hann vill gera öðruvísi já, ég taka fram, ég hef ekkert að móta honum með svona pínleðil samt, mér finnst að vera að spila svo mikið safe já, hann var að taka meiri séns en þegar hann var að byrja já í alls konar myndum. Það er náttúrulega, rættu við þetta ekki síðast, hann er eina síðasta blockbuster stjarnan, sko. Já, hann er bara að vinna með það. Já. Herru, en förum aftur í jólamyndunar. Við getum að tala endast alls konar. Ok, Jingle All The Way, frábær mynd. Rosaleg, mæli með 10/10. 10/10. Þess að ef hún hefur á listanum, ekki 10/10 einhvern, miskilningur hann á, ferð. Það hefði eiginlega verið bara svona joke, já, af því að þú veist, já, akkur ekki. Hérna kemur einn hræðilegi viðbót, Deck the Halls, og hún er ekki góð. Ég sá hann ekki. Ég man ekki svona hver var í henni. Jú, það er bara málið, sko. Hver er í henni? Ja, þú veist, það heldur hún uppi. Hver er það heldur ekki? Það er Danny DeVito og hann... Danny DeVito? Og hann hérna Matthew Broderick, heitir hann ekki? Jú. Já, sem var í Godzilla. Eru þeir í henni? Já. Deck the Halls. Og þeir leika þess að nágrana. Danny DeVito flytur inn og þetta er bara, þú veist, ok, ég er geðsjúkur Sunny fan.
Fyrsti þátturinn á nýju Sunny-seríunni kemur á morgun, 1. des. Ok. Og ég brjálaður aðdáandi, ég elska Danny DeVito. Og hann bara svo fyndinn. Og hann kemur þarna inn í þetta hverfi, eitthvað svona picture perfect suburban hverfi, sem Matthew Broderick býr í, með fullkomnu konunum sinni og fullkomnu börnunum. Og svo mætir hann, þessi maður sem 1,54 á hæð, með einhverju svona NASCAR gellu. Einhverju svaka skvísu? Já, þú veist, bara svona, þú meina ég ekki svona móturinn sem stendur út á brautinni, heldur sem í aðdándastúkunni, skilur. Þú veist, í kliftu stuttbuxunum og allt svona dót. Já, ok. Og með Suðuríkjareiminum með fastlega og svona. Og alveg svaka skvís og með einhverjar dætur sem líka svaka skvísur og svona. Og hann alveg bara way over the top náungi. Og þú veist, svo fara nágranna erjur að byrja. Ég þetta reyndar hljómar allt í lagi, sko. Já, þú veist, hún almennt talin hræðileg og þetta ekkit brjálæslega góð mynd, en hún drullu skemmtileg. Þú setur hana samt á listan, það svona honorable mentions, já. Af því að mér finnst hún mjög skemmtileg. En þú veist, svo náttúrulega munar skemmtilegri og góðri mynd. Hún almennt séð ekkit vola góð mynd, en hún mjög skemmtileg. Og þú veist, það mér þess atriða sem að Danny DeVito skreytir húsið sitt það mikið að Matthew Broderick getur ekki sofið. Þú veist, þetta svona... Bara því lýsing. Já, þetta svona astnalegar nágranna erjur. En bara gaman að horfa á þetta, einstöku sinnum. En kannski svolítið margar jólamyndir einmitt, það sem við kannski tala um aðan, sem kannski bara svona skemmtilegar, en ekkert svakalega góðar. Jú, það mjög algengt með margar, sérstaklega grínmyndirnar, sko. Já, einmitt svona jólagrín. Já, að þú veist, ég myndi aldrei segja við einhvern bara að þetta geggjað góð mynd, maður. En hún mjög skemmtileg. Þetta skemmtilega myndir. Ok, en áður við förum í, halda fram. Já, ég með 3 í viðbót. Þessi frábær og hún mun örugglega komast einhvern tímann á lista minn, ég þarf bara að sjá hana oftar. Og það myndin Klaus. Vá, ég var að giska það, segir hún. Ég ekki að djóka, ég bara, þetta Klaus? En ég hef ekki séð hana. Hún æðisleg. Ég búin að heyra hún sem geggjuð. Holy shit, hvað hún æðisleg. Hún komst ekki á top 5 með þér. Nei, bara, hún mun örugglega að gera það. Ég bara búin að sjá hana einu sinni. Og ég þarf að horfa hana oftar. Já. Af því að það sem að þýðir líka fyrir mig að vera í topp 5 á jólamyndalistanum mínum endur áhorf. Já. Ég horfi á myndirnar á þessum lista árlega sem á topp 5, sko. Einmitt, ég ætla að spyrja, á þessu topp 5 einhver myndað sem þú bara sé einu sinni? Nei. Nei, hjá mér, ég er búin að sjá, auðvitað mér svo oft, ég er alla búin að sjá 5 sinnum. Já. Skilur, ég er búin að sjá það nokkur sinnum. Það eitthvað við jólamyndir líka, maður bara endur á horfanleikin. En maður ekki alltaf að reyna bara að fanga aftur einhvern veginn svona tilfinninguna og feelingi sem maður fekk? Sérstaklega þú átt, það hljómar sem þú var átt alveg góða æsku, góð jól þegar þú varst barn og góður upplifanir, þú tengir eitthvað svona gott við jólin og þú horfður okkur á jólamynd og það er svona innbrendist því, þetta er skemmtilegt, þetta er mér leiði vel, feel good. Já. Svo þú horfður aftur á það, þetta ekki alltaf bara að ná í aftur þessa tilfinningu. Já, bara fíkn henni. Það hljómaði rosa mikið sem ég lítið konar fík. Já, bara fá því að pröfa þetta fyrst og bara alltaf endur upplefa þetta og svo bara nærðist aldrei 100% en þú reynir aftur. En er það rámt? Nei, ég meina, en svo finna ég sko að þetta er rétt sem þú ætti að segja, en aftur á móti, ég sá ekki mikið af þessu myndir sem var á top 5 listanum mínum sem krakki. Ég held að sé svona... Já, ég held að sko þetta flestar, að koma flestast inn í lífið mitt á unglingsárum, nema ein. Og hún í 5. sæti. Sorry, Klaus, eitt stutt með hana bara. Já. Þú mælist með henni. 100%, vá, ótrúlega mynd. Bara í alvöru. Þetta ekki teiknumynd á Netflix? Jú, og það eru rosalega fáar jólamyndir sem ég get sagt bara að ég var nánast orðlaus eftir hana. Að því að bara allt við hana. Animationið gullfallegt, söguþráðurinn góður, karakterinn skemmtilegir og það bara, þetta er bara frábær mynd og mjög skemmtileg. Er það jólasveinamynd? Það er jólasveinan eitthvað aldrei hana? Já, þetta er í rauninni, þetta er eiginlega origin saga jólasveins. Ég þarf að tjekka hann, ég er búin að heyra á hann mjög góð. Já. Og sko það er bara, sem betur fer, náður í gegn, einhvern veginn, svona Netflix kriteríu sem í dag, þú veist að því að meirhlutan Netflix, þess að þeir bara push út allir svona rusl. Já, sammála. En sem betur fer stakk þessi mynd út og einhvern veginn bara, en það var eiginlega ekki hana hægt. Það þurfti eiginlega bara 1 til að horfa á hana og þá höfðu 2 viðbót hort og svo 4 og svo 8. Já. Af því að hún dásamleg. Ég þarf að tjekka hann, ég hef alveg tíma núna fyrir jólinn, ég ætla hann að taka Klaus, að ég félag mér sagði, held ég bara fyrir síðustu jól. Já. Er hún ekki bara, hvað, 2 ára gömul? Já.
Þess vegna get ég líka sett hana strax á það. Já, Saga var heldur góð. Ok, ertu komin í top 5 þá? Nei, ég er með 2 í þeim bútt. Hvað er með? Næsta er Santa Claus. Ekki Claus, Santa Claus. Honorable mention, hún er yndisleg, einhvern veginn, ég sá hann oft sem krakki. Þú ert að tala með Tim Allen? Já. Ok. Með kókfíklinu Tim Allen. Það leika jólusinnin. Ekki var hann í alveg kókfíkl? Er það að djóka bara? Nei, ég er ekki að grínast. Var hann í kókaini? Var hann bullandi kókaini? Nei, ég veit það ekki. Það er hérna... Er það bara þekkt? Já. Gæin var handtekinn með 2 kíló kóki í skottinu, sko. Nei! Sjálfur jólasveinninn? Já, sjálfur jólasveinninn. Þú veist, hann gerði ekki einu svona þessa mynd, hann heldur allt öðruvísi mynd, hann samþykti ekki þessa mynd, sko. Hann samþykti mynd, það sem að gæi sem á engin börn, hann hatar að vinna með börnum, gæi sem á engin börn, sér jólasveininn upp á þaki, sækir haglabissuna, eða fyrir út með haglabissu, og viljandi drepur jólasveinin. Og hann og svo eitthvað í djóki, þá fer hann í fötin hans og verður jólasveinin, en hefur engan áhuga eða vilja til að verða jólasveinin. Ok, það hljómar svo allt öðruvísi mynd. Já, og hann skrifaði undir hana, og svo að Disney bara eitthvað, veistu, nei, þetta er ekki, við skulum aðeins hérna Disney hann upp. Það verða börn á staðnum, hann drepur ekki jólasveinin, hann drepur hann óvart, bara svona við að kalla á hann. Já, þetta var bara eiginlega slís. Já, og hann, þú veist, fer í kápuna og svona, nei, ég er ekki að verða jólasveinin, ég skal taka það með þér. Og það er örugglega eitthvað vitlaust við það sem ég var að nefna, en googlið þetta bara, þetta er mjög skemmtileg saga, þú veist, þetta kemur bara strax, þú veist, bara þið googlið bara Tim Allen, þú veist, original Santa Claus plan, eða eitthvað. Þetta hef ég aldrei heyrt. Og það er mjög frægt, veistu hvað Jim Jeffries er uppistandari? Já, ástralski. Já, hefur heyrt uppistandið með honum að sem hann er að tala að hann var í, með einhverjum öðrum uppistandara, /grín leikara, sem hann nefnir ekki nafn, hafi verið á bullandi kókaini, hafi verið með 2 vændiskonur í herbyggi og gæinn var í einhverju bölvu bulli. Flest af orðunum honum bendi til að það sé Tim Allen. Nei! Því hann var vist bara alveg nöttaði gæinn. Svolítið mikið fyrir þetta. Já. Þannig að... Fyndið! More you know. Ok. Síðasta í Honorable Mentions er Miracle on 34th Street. Er það þá að tala 90s útgáfuna? Nei, upprunalega. Upprunalega? Já, ég sá hann aldrei. Nei, ég horfði á hann í fyrsta skipti í fyrra. Já, ok. Er hún ekki alveg... Hvað er hún? 60, 70 okkar? Eldri? Hún er eldri, hún er svartkvítu, sko. Já, hún er kannski 50 okkar. Já, ég man ekki ártalið á henni, en vá, það er feel-good mynd, maður. Að ég fílaði alveg þess að 90s útgáfa, mjög svona skemmtileg. Já, ég heyrt að þessi báðar góðar, sko. Upprunalega sem ég horfði á var bara, vá, þetta er æðisleg mynd. En hún kemst ekki að top 5? Nei. Þú dennþi Honorable Mentions, ekki? Jú, þetta er síðasta í Honorable Mentions. Kannski kemst hún að listan einn daginn. Listan breytast. Þeir breytast. Já, ég er bara búin að horfa á hana einu sinni. Ég horfði á hana í fyrst skipti fyrra. Já, þú sást hana í fyrst skipti fyrra. Mér finnst hún æðislega á öllu leiti. Rosalega. Ég þarf að tjekka henni. En það gæti verið, sko, ég hugsaði hvort hún ætti að fara í fimmtasæti. En svo hugsaði ég, mun ég nenna samt að horfa á hana hverju ári. Stundum fara svona söguþræðir með börnum í taugarnar á mér. Þú veist, það sem er svona þú veist Hatar börn. Þú ert ekki svar. Það er svona, þú veist, þessi innocence söguþráður, þú veist, það sem að, jú, mamma, hann er jólasveinninn og eitthvað, nei, hann er ekkert jólasveinninn, heimski krakkiinn. Svona söguþráðir stundum, þetta er svona klísja sem að fer stundum í taugarnar á mér. Já. En aftur á móti náttúrulega þegar þessi mynd kemur út, þá er þessi klísja ekki eitthvað brjálæðislega. Þetta var ekki orðin svona mikið klísja. Ekki svona rosalega mikið klísja. Nei. Miracle on 34th Street, þetta er fræmynd. Mjög. Og það líka geggjað lokaatriði. Það sem ég kom inn með póstinn og hell honum yfir dómsborðið þegar maður jólasveinninn sé ekki til, en þau sanna í rauninni að þegar hann sé jólasveinin. Já, þetta er rauninni mann sem segist frá jólasveinin. Já. Að þetta alltaf trúar enginn. Nei. Og það er, myndin alltaf svarar ég ekki beint minni mig, sko. Ó, ég held það. Ég hef ekki séð hana líka bara mörg ár. Nei, ég sá hann í fyrir, ég bara, þú veist, sorry, ég held ég að sagt það líka síðast, minni mitt er ömulegt þegar kemur á svona hlutum, sko. Það er góður vegi. Ég held að myndin svaraði ekki beint að hann sé jólasveinin. Já, þetta er kannski skilja eftir svona opið og þú getur túlkað þetta eins og þú túlkað þetta. Já, en hann gerir og veit hluti sem að bara jólasveinin myndi vita. En þú veist, það er samt eru fullana fólki, þú veist, ja, þetta er mjög svona bara, þú veist, deductible hlutir, skilur, þú veist, ef þú fylgist bara með, þá getur það svarað þessu. Mér langar að sjá aftur, en eins og 90s mynd, minnir þetta hafi verið Richard Attenborough sem leik jólasveinin í, eða
sem lék mannin sem segist á jólasveitni í endurgerðinni, mér minni það. Þú veist, svo kunnan ýmist tungumál, fullan fólki var líka bara, þú veist, hann geta alveg kunna tungumál, það er ekki að því að kunna tungumál. Þannig að, minnir alltaf þessi smá svona... Þetta er kannski svipað á K-Pax með Spacey, þegar hann segist á geimvera. Já. Kannski K-Pax í rauninni smá endurgerða. Mér er þetta í vorstu. Mögulega. Ok. Top 5. Top 5. Skiptust á oss að koma með okkar myndir. Já. En þú ert gesturinn, þú byrjar þá. Ok, þannig að við byrjum á fyrstu myndin hjá þér. Eða þess að 5. myndin. Nei, þú byrjar. Já, þannig að back and forth endum þá á hver er uppáhalds þín mynd. Já. Eða það ekki, ef ekki að byrja á 5. Hljómvel. Ok. Ok, áður en komum með listan, því ég veit ekkert hvað þú ert með. Nei. Af því mér, ólíkt þér, þá finnst mér, ég elskar lista, mér er svo gaman ekki að lista. Af því ég veit alveg þeir breytast. Ég myndi gera svona lista til ár eða eitthvað, þá var hann öll allt öðru sig. Nei, kannski ekki. Hvað heldur við eigum margar sameilar? Af þessum 5. Ef þú þurftir að giska, bara hvað er með tölu? 3. Já, ég ætla að segja það sama. Já, það er eitthvað, mér finnst það ekkert ólíklegt. Já, ég held að við 3 sameilar. Og ég er alveg pottettur á þú meina mynd, sem ég er ekki með. Já, kemur ljós. Ok. Byrjum við það. Hvað þú með þína? Númer 5. Ok. 5. uppáhalds jólamyndin. Hver er það? Þarna set ég Gremlins. Ok, Gremlins. Já. Og það kemur inn á það sem hún varst að segja með barnæskuna og sem sagt dópfíknina. Þannig er að hérna... Dópfíknina. Já, ég sá Gremlins sem krakki. Pabbi sýndi mér hana. Pabbi var alltaf mjög gaman að sýna mér sem sagt svona 80s myndir sem hann elskaði. Og þetta var eina af þeim. Og ég hef hort á hana bara svona mjög reglulega síðan þá. En það var eitthvað, þú veist, ég veit ekki, það var eitthvað þegar ég sá hana, þá var ég svo gripinn að því þetta er svo stórfurðuleg jólamynd. Þetta var fyrsta jólamyndin sem ég sá, sem var svona mjög öðruvísi. Þú veist, hún snýst að það séu einhverju litlir skrimslegar, valda hryðjuverkum í einhverjum litlum saklausum bæ. Það er smá svona horror element í henni. Já, soundtrackið er geggjað. Og já, líka, ég man eftir það er viðskot yfir bæinn með snjó og pabbi segði mig, þetta er ekki alvöru snjór. Vissirðu það? Og þá var ég náttúrulega, já, bara, þú veist, ég var svo ungur, ég vissi ekki svona movie magic. Og þá var ég bara, wow, segjum við það að þessi fólk í fullri vinnu við að setja bara eitthvað gerfi snjó út allt og svona, það var bara mikið við þessa mynd sem var svona göldrótt. Já, sem þú bara manst alltaf eftir. Já. Finnst þú eldast vel? Já, brúðurnar eru ekki að raunverulega alveg voru þá, en mér finnst sjarminn við hana halda sér. Og það er líka einmitt, kærasta mín var einmitt að nefna á hana því að ég var að fara yfir listan með henni og hún sagði að það er óvart fyndnasta atriði í jólamynd, eða svona eitt óvart atriði sem á ekki að vera fyndið en er mjög fyndið, þegar að stelpan er að segja frá því þegar pappin að lék jólasveinin ein jólin og ætlaði að koma skríðandi niður skorsteininn og festist í miðjunni og hann kom aldrei og þá var pappin dauður upp í skorsteininum. Þetta var bara geðveikt dramatískt atriði. Þetta er ekki joke. Já, þetta er ekki sett upp sem joke. Nei, en þetta er drepfyndið að hugsa út. Það er enda fyndið. Þú veist, eitthvað svona, þau eru bara eitthvað, pappi er að fara að koma heim og mamman eitthvað svona, já, hann ætlar að koma í jólasveinabúning. En hann sagði engum frá því að hann ætlaði að fara í skorsteinin. Og ég man ekki alveg, fannst hann síðan bara í... Já, svo fannst hann, man ekki hvort að segja, fannst einhverjum dögum setna, sko. Byrja að koma að lykt og eitthvað. Þetta er þetta gott jók. Já, þetta er mjög gott jók. Það er svart jók. Það er spurningin, áttu þetta að vera fyndið sem svartur húmor eða þú veist, að þetta er sett upp á mjög dramatíska máta, dramatísk tónlistundur og allt svona, en maður getur ekki hann að hleyja þessu. En svo er líka spurning, ég ætla að nýta tækja á núna, því við erum að tala Gremlins og jólamyndir. Þetta er oft fjölskyldumyndir. Finnst þér ekki að vera munur á fjölskyldumynd og barnamynd? Jú. Hver er svona helstu munur? Hefur pælt því? Barnamynd er einfaldari í þemu, held ég. Heldur en fjölskyldumynd? Já, það ekki. Barnamyndir oftar en ekki snúast að kenna börnum eitthvað svona lífsleksju. Fjölskyldumyndir er meira eitthvað svona sem þú getur horta á með foreldrum og foreldrar hafa gaman af.
eða horta með börnum og börn hafa gaman af líka og kannski eitthvað sem að fjölskyldan getur rætt saman Gremlins fjölskyldumynd? Já. Frekar en barnamynd? Já, hún miklu frekar fjölskyldumynd þetta en barnamynd. Já, ég er sammálaður. Er hún ekki bönnuð innan 15 eða eitthvað? Nei, þetta er ekki eitthvað arrið mynd. Ég meina, þeir eru að drepa fólk með hnífum og eitthvað í sér mynd. Það er verið að sérst eitthvað blóð. Ég veit ekki hvort að blóð sjáist, en þeir eru að, já, hann sker mömmuna á... Hún er PG, maður, hún er ekkert eitthvað, í degi og hlátur hún er arrættið. Nei, hún er örgulega ekki ar. Er það sem PG-13? Nei, hún er PG. Er hún PG? Já. Þetta er fjölskyldumynd, þetta er ekki barnamynd. Nei, en ég fór bara að pæla því svo að því að þessi brandari, það á ekki að brandari. Þetta er náttúrulega, já. En þessi atburður, það festist þarna í skostunum og deyr og eitthvað, það er ekki barnamynd. Skilurðu? Nei. Að tala svona saga eða eitthvað. Ég vil meina það, þetta er fyrir, eins og þú segir, þér stúkst að fyndi. Ef þú ætti barn, segjum bara að þú hefur séð Gremlins þegar hún kemur út, með barninu þínu, þá hefðu þú sem foreldrar hlegið þessari línu eða þessari sögu, þá vil ég meina það að þá er það meira fjölskyldumynd heldur barnamynd, af því svona væri ekki barnamynd. Já, en svo er líka, sko, þetta er mjög dramatíst. Barnið er bara örgulega alltaf svona, oh my god, já, bara oh my god, þú misti pappa sinn út að ég dó í skorsteininum og eitthvað. Og svo situr pappin og mamma við hliðina og er bara hlæjandi yfir þessi. Þú myndir kannski hlæja svona inn í þér. Já, kannski, já. Þú væri ekkert eitthvað að grenja úr hlátri fyrir hliðina á barninu. Kýla barnið í öxlina bara, gamli! Þetta ekki að fatta þetta, eitthvað 5 ára með þér. Og glemur að útskýra þetta fyrir þér, sem ég myndi klæða mig jólasveinabúning og deyja upp á þakki og þú væri bara munaðalaus. Og verður svona skellur En þú skýrir hvað við? Já. Þannig að ég er samanlega, þetta er ekki fjölskyldumynd. Nei, fjölskyldumynd er oftast líka með eitthvað svona meira adult þema, adult brandara og annað slíkt, sko. Og svo smá slapstick svo að börnin hlægi líka. Hafi gaman. Já, algjörlega. Og svo kannski ertu með, eins og í Gremlins, með smá svona horror element. Já. En það er ekki of scary. Nei. Skilurðu? Nei, alls ekki. Ég maður því ég sá hana, þetta var ekkit svona of scary mynd, sko. En mér fannst það samt, sko, þegar ég var lítill, sá hana. Mér fannst það svona pínu skeri þegar það breytast. Já, það er líka alveg drungalegt atriði. Já. Það er myrkur og svo koma rosa mikið af svona ljóseffektum upp á kassanum og það var eitthvað svona, máttur ekki setja vatn á það, máttur ekki gefa hann að borða eftir miðnætti. Ekki gefa hann að borða eftir miðnætti, ekki setja vatn á hann og hann þolir ekki háhljóð. Að háa. En svo náttúrulega, þú veist, þetta er svo fyndið sem að ég sá á internetinu mitt, ekki gefa hann að borða eftir miðnætti. Ok, hvenær þá? Hvenær hættir miðnættisreglan að gilda? Já, er það klukkan 7 á morgni til, 8? Don't feed him after midnight. Ok. Er það þá, þú veist, er þetta svona AM/PM pælingin í Bandaríkjunum? Má bara gefa hann að borða frá 12 til 12? Pottþétt. Það er kannski málið. En þú veist, þetta var svo, ok. Ég aldrei pælt í þess. Svona klukkan 8 á morgni, hérna er mat, nei, býtum við. Af því að það kemur ekkert fram í myndinni. Nei, það er bara, kínverski sölumæðurinn segir bara, don't feed him after midnight. Whatever you do, and no water. Ég reyndi að horfa aftur á, þú tókst þér í þess að reyndi, horfa aftur á Gremlins. Fannst þér nú svona lélega? Fyrir svona 3 árum, þetta er kannski 3 ár síðan. Ég var búin að tala um það eins, ég gerði svona 80s þátt með félaga minnum. Já. Og mér minnir að hann hafi nefnt Gremlins, og ég spurði bara, er langt sem að sást á það? Af því að ég horfði á það, og ég var bara eitthvað, þetta er rough mynd. Já. Hún er rosa mikið 80s mynd. Já, hún hefur sjarma út af því. Já, algjörlega. Ég þekki að ég gefa hann annars sér. Já, ég meina að þú veist. Þriðja, fjórða, sinn. Eða þú veist. Það er mjög svona æðist hjá krakki. Já, það hefur einhvern veginn haldist hjá mér, sko. Ég fyrirgefni allt sem að fyrir í rauninni þess sem er ekkit eitthvað brjálæslega flott eða vel gert eða eitthvað svona. Það er bara eitthvað við hana sem er mjög skemmtilegt. En hvernig finnst þér Gremlins 2? Mér fannst hún geggjuð þegar ég var krakkin. Ég sá hana síðast örugglega bara 95 eða eitthvað. Kom hún ekki út? Er það ekki 90s mynd? Manstu hvernig kom út? 2? En gæti alveg verið að ég kemur ekki Gremlins litið seint á... Gremlins er 84. Já. Þá erum við ekki bara 87 eða eitthvað. Jó, örugglega. Mér fannst hún alltaf skemmt. Hún er 90. Hún er 90? Það er 90. 6 ára munur. Já. Mér myndi það mitt. Það er rosa mikið. Mér fannst hún geða skemmtilega en hún þarf örugglega rusl myndi í dag. Eða eitthvað.
Ég veit það ekki, mann bara, mér fannst hún mjög góð þegar ég var krakki. Svo horfði ég á hann einhvern tímann aftur og hún var bara svona fín. Hún er það jólamynd? Já, ég veit það ekki, maður. Wow. Minnið. Ég veit það ekki. Ég bara man ekki hvort það sé jólamynd. Ég held hún gæti alveg verið hún droppi jólaþemmanni, sko. Ég man ekki einu svona eitthvað plottið í mér, sko. Ég man ekki þetta sem mynd. Ég man eftir coverinu. Já, með vindilin. Já. Jú, það er jólamynd. Já, ég held það. Út af nefni myndilin, mér minnir að þetta sé jólamynd. Það stendur hérna, synopsis. The Gremlins are back and this time, þetta hljómar hræðilega, and this time they've taken control of a New York City media moguls high-tech skyscraper. Wow. Það hljómar fáralegt. Þetta er rosa 90s. Þetta er rosa early 90s. Já, svona media mogul eitthvað. Þetta hljómar ömurlega. Þetta er svona late 80s, early 90s, það sem að fréttamiðlar og mógular voru þing. Það sem að svona media empire voru vondukallanir og... Þessi PG-13. Já, hún er ofbeldisfyllir heldur en hinn. Sigurjón. Það er aldrei þess. Ég þarf að tjekka þessu aftur. Herru, ok, Gremlins. Var það 5 hjá þér? Það er 5, já. Ok, 5 hjá mér. Ok, númer 5 hjá mér. Þetta er mynd sem ég var alveg bara, ég var 100% bara þessi fyrir á top 5. Mér fannst hún æðislega og krakki og ég sá hana svo oft, ég var, já, krakki. Reoccurring þema. Og ég hugsaði með mér, ég verð að tjekka aftur á henni. Ég vissi líka hún var á Disney+. Það ég sagði, ég ætla að tjekka hann aftur. Það er svo ógeðst rannsíðan ég sá hann, ég man bara eftir, tumraðdrömm eða eitthvað. The Santa Claus. The Santa Claus, já. Ég vildi ekki segja henni það. Nei. Að þú varst að nefna það. Hún kemst hann til finnstæði á mér. Hún er mjög skemmtileg, sko. Þetta er skemmtileg mynd. Já, 100%. Og ég var alltaf mikill Tim Allen maður. Home Improvement. Já. Mér fannst það skemmtilegt. Já. Þetta er eitthvað rusl í dag, en mér fannst það skemmtilegt. Tim the Two-Man Taylor. Og svo alltaf leikur hann Buzz. Já. Eða talvar Buzz. Og ég sagði, ég kíkja á hana. Svo var ég alveg bara hana, þetta er alveg, þetta er ekki góð mynd. Nei, hún er skemmtileg. Hún er skemmtileg. Ég er alveg saman, hún er skemmtileg. Hún er sætt. Já. Hún er alveg væmin. Hún er mjög væmin. Já, ok, mjög væmin. Ég held að, og 2 væmnari, sko. Ég sá ekki 2 og 3. Var það eitthvað rusl? Nei, 2 er fín. 3 er ekki góð. Nei, með Jack Frost. Já, eða var það 2 sem er ekki, sko, ég man plottið í báðum. En mér minnir að gæðin hafi farið hrapandi frekar heldur en að 3 hafi farið aftur upp. Ok. Sko, plottið er ógeðslega einfalt í enn báðum. Ég tjekkaði hann eftir á þessu Disney+. Já, fyrsta plottið er náttúrulega bara mjög frumlegt og svona, gæði verið jólusveinin. Já, í sérst fyrstu myndinni. Já. Plottið nummer 2, það er bara þannig að hann runir svona, okkur þarf ég að vera jólusveinin að gera þetta allt sjálfur, ég get ekki bara búið til vél sem að er jólusveinin. Þannig að hann býr til vél sem að er hann, bara svona duplikita sjálfum sér, sem að sér að vera jólusveinninn, en svo vill vélmennið ráða yfir öllu, skilur, og byrjar að optimæsa og er svona, þú veist, álvatnið þurfa að vinna hraðar og betur og svona. Og þá þarf hann að taka niður vélmennið, skilur, til að taka aftur yfir jólusveinnum. Þetta er náttúrulega mjög gömul saga, skilur. Ég skoði Disney+, ég skoði bara eitthvað logline, það stóð eitthvað að hann þarf að giftast eitthvað fyrir eitthvað tíma. Ég held það að vera það. Já, það er subplot í henni. Hann er að reyna að vinna í því að reyna. Ástæðan fyrir því að hann býr til vélmenni líka er að því að hann vill giftast konunni sinni og reyna hægt að vera jólusveinn. Já, ok. En það hljóma, svolítið klikkaðara plottin. Já, þeir ættu eiginlega að setja þetta inn frekar eitthvað, hann býr til vélmenni jólusveinn og svona. En Já, það myndi selja mann ennþá meira. Ég var búin að gleyma þessu plotti, sko, hann þarf að gifta sig. En það er ástæðan fyrir því að hann býr til vélmennið til að taka við af sér og svona dót. Ok. En vélmenni jólusveinin er Tim Allen að leika vélmenni og það er mjög unsettling. Þetta er svona hljómar áhugar minn. Já, ég veist, eins og segi, mér minnir að 3 hafi verið síst eða hvort hún hafi farið bara aftur upp, að því það er aðalega að gifta sig í subplot sem að dreifur hann niður, sko. En ok, með fyrstu myndina, ég var aðeins að segja með hana, það er svo fyndið, ég tala það á þér podcast, það er svo fyndið með þessar 90s myndir og, jú, þetta er alltaf líka 80s, en að ég er svo mikil 90s-gaur, ég sé svo margar 90s myndir, og horfa ofta á þær, reglulega. Það eru svona bakgrunnar. Já.
þá er ég talað eins og þú sér bara, þetta er stúdíó. Eitthvað svona út gluggan og það er dregin alltaf fyrir og þetta er svo ógeðslega stúdíólegt. Og þú ert svona að horfa á þessar myndir í einhverja high def, þá er þetta ennþá meira áberandi. Bara hvað þetta lúkka fake og astnalegt. Ok, ég leiði það alveg hjá mér oftast því að horfa á þessar myndir. Það er 20 ég myndi eftir þessari mynd. Og það er samt við, ok, ég ætla ekki að segja helvítis. Ég vil að segja helvítis. Álfarnir sem kom að bjarga honum á fangelsi. Já. Eitthvað svona elf squad. Já. Mér fannst þetta hallast eftir því að ég var barn. Já. Af því einn álfurinn, mannst þetta þessu? Þeir eru með eitthvað svona jetpack. Já. Og jólasveinarnir er fangilsaður, sem Tim Allen, og þeir eru sendið til þess að bjarga honum. Mannst þetta þessu? Ég man mjög vel eftir þessu. Og þeir eru að vera svona töff. Og þeir koma, tala til fyrstu sonans. Og sonans er bara, hver eru þið? We're the good guys. Og ég er ekki óbilsvöldum maður. það er eitthvað við þennan ég má segja álf þá er ég að tala með þetta er ekki bann af því þeir eiga þetta er alveg bönn að leika álfana en þetta eru fullorðna einstaklingar mörg 100 ára gamlir einn var 1200 ára gömul eða eitthvað en ég má segja það þannig þessi álfur var með pirrandi andlit það er bara þannig það er alltaf líf það er ekki bara alltaf lægi að segja það jú, það er alltaf að segja það en þetta er bann Hafsteinn en ok, ég mundi eftir þessu það er mjög langt síðan að ég sé Santa Claus. Ég myndi samt eftir þessu, svo myndi ég eftir öðru sem hann segir í myndinni. Og ég er bara rangaldögun svo svakalega núna. Tim Allen þá, eða? Nei, þessi álfur. Hann er leiðin þetta pirrandi gerpir sem leikur álf. Hann segir við eitthvað löggu, þegar komin á löggustöð. Og lögga spyrir eitthvað, who are you, eða eitthvað. I'm your worst nightmare. An elf with an attitude. Já, vá. Þetta er slæmt. Þetta er mjög slæmt. Og líka því að hann er svo pirrandi í útliti, drengurinn. Já, þetta er an elf with an attitude. Þetta hljómar eins og eitthvað sem svona... Þetta hljómar ræða? Já, þetta hljómar eins og hvað heitir þessi típa af mömmu sem er alltaf svona gert grín af í Bandaríkjunum. Þetta er ekki svona soccer mom, en þetta er svona... Þetta er skelfileg típa, þetta er ofta á TikTok og svona fyndir vídeo sem verður að gera grína svona mömmum. Þetta er eftir að tala um Karen típuna? Já, þetta er svona Karen mamma. Þetta er svona bólur sem hún var í. I'm an elf with an attitude. Þú meina það, menn þetta gangi þannig ból. Já. Þetta er pirrandi setning. Mér fannst það bara pirrandi lið, þetta elf skot, þeir voru sendið til þess að bjarga. Ég sagði mér, þetta er bara eitthvað, ég veit þetta er alvar, þetta er svona börn. Já. Þeir eru með eitthvað jetpacks, þeir eru ekki cool. Mér fannst ekki eins og cool. Ég er 11 ára þessi mynd kemur út. Mér fannst það ömurlegt þá. Þannig getur ímyndað þegar ég er nú 38 ára. Ræðilegt. Svo er eitt í annað í þessari mynd, svo er loki. Mér fannst það skemmtileg og sæt og væmin og eitthvað. Það er eitt núna sem ég hefði aldrei fattar. Pældi ég bara vitlus. Ég fattaði ekki hún núna. Og eins og segi, ég sá hana mjög átti á krakki, en það er svolítið síðan að ég sé hana. Mig mynd alltaf. Og ég var ekkert búin að pæla sem það vel. Svo var ég bara svona, oh my god, Hafsteinn, kannski ekki fatta þetta. Mér myndi alltaf að titillinn á myndinni væri Jólasveinninn. Heyrðu, fyndið á að skulle segja þetta. Af því að þegar ég var að skrifa lista minn á hann, ég veit hvað það fyrir að segja. Þegar ég var að skrifa lista minn á hann, þá skrifaði ég The Santa Claus. Og ég horfði á mig skrifa þetta og ég hugsaði að ég skrifaði Santa Claus vittlust. Þessi mynd er búin að kenna mér að skrifa Santa Claus vittlust. Sama ég. Af því að ég er að skrifa klausa. Já. Af því fyrir það sem veit ekki, sem hafa ekki síðan sem mynd, er að þetta er einmitt bara svona, hvað segja, jólasveina klásan eða klausan eða jólasveina eitthvað. Þetta er bara sambandið við samningin. Af því hans fer í gallan, eða búningin, og þá verður hann jólasveinin. Og það stendur á þessu korti eitthvað blabla. The Santa Claus. The Santa Claus. Og myndin heitir náttúrulega The Santa Claus, ekki Santa Claus. Nei. Og ég hef búin að halda þetta síðan að fucking myndi kom út. Já, þetta væri bara skrifað svona. Já, bara ef þú þýða titilinn, þá væri þetta bara jólasveinin. Já. The Santa Claus. Þetta er The Santa Claus. En þetta er ekkert vitleysa hjá þér, ég meina... Jú, ég er bara vitlaus. Ef maður myndi sjá hana, þú veist, á Rúf eða eitthvað, þú veist... Ok, reyndar ekki daginn, með dagskrána í Morgunblaðinu eða eitthvað. Það kæmur ekki bara Jólasveinn. Já, kannski. En af því að minn með þess að á coverinu sé það svolítið svona... Ská. Já, þetta er eitthvað svona
Þetta ekki jólasveinninn, þetta Santa Claus. Já. En Santa Claus skrifa kannski svona? Nei, Santa Claus, þessi jólasveit, það skrifað C-L-A-U-S. Já, það ekki E. Nei. Og ég mér svo tjekkað á því. Og ég skrifaði mitt aðan niður á blaðið með E-inu og hugsaði bara með mér, ég var að skrifa þetta vitlaust og las þetta svo aftur og hugsaði, nei já, það Santa Claus. Ég hugsaði ef ég færi próf, áður en ég uppgötaði þetta og ég ætti að skrifa það bara Santa Claus á ensku. Ég hugsaði ég eftir E. Út af þessari mynd. Já, ég myndi örgulega, ég myndi skrifa E. Það bara myndin, þetta bara hún. Já, þannig ég veit ekki að fúslega núna að þetta búið að vera miskilningur af mér í 27 ár. Já. Ok, Santa Claus nummer 5 hjá mér. Hvað er 4 hér? Númer 4. Þarna kemur hefð. Ég horfa á þessu hverju ári. Þetta oftast fyrsta myndir sem ég horfa á. Má ég giska? Já. Nei, þú sagði það á hann. Nei, ég sagði það á hann, já. Djöfull, ok. Það er Love Actually. Ok. Væminn? Já, hann er væminn. Já. Nánast væminn að stað, sko. Hún er svolítið væminn. Já, það er bara svo allt, það er svo mikið sem er æðislegt við hana. Það sem heillaði mig fyrst og fremst þegar ég sá hana fyrst. Var bara, ég horfði hana alltaf frá byrjuntilenda og hugsaði, þetta er sniðug mynd. Af því þetta er breska romkomið sett í jólabúning og hún er svo meðvituð það að því að leikstjórinn sem gerir hana hefur gert þetta líka svona romkommyndum og hún er svo meðvituð það að eitt af plottunum er að taka vinsælt lag ást og breyta í jólalag. Sko, ég sé Love Actually einu sinni. Ok. Það var bara, ekki 2003 eða eitthvað. Ég held ég hafi bara síðan að þá voru því eitthvað margar litla sögur? Jú, sem að tvinnast það hægt og rólega saman. Já, einmitt. Og eitt af plottunum er sem Bill Nighy. Hann er eitthvað tónlistarmaður? Hann er tónlistarmaður, já, sem er svona útbrunninn tónlistarmaður. Og hann, alveg 100%, hann sem sagt er að endur útgefa I feel it in my fingers, I feel it in my toes. Já, alveg rétt. Svo breytir hann Love is all around me and so is Christmas too. Nei, Christmas is all around me, segir hann. Þannig að það er ekki Love is all around me, heldur Christmas is all around me. Oh my god, hann gerir svona and the feelings too, já. Þannig að það er sem sagt mest metta söguþráðurinn, svona meðvitaður hvað er verið að gera. Það er þessi söguþráður sem er beint að gera grína myndinni sjálfri. Því þetta er bara rom-com uppskriftin sett í jólabúning. Er hún skemmtileg? Mér finnst hún mjög skemmtileg, já. Jú, það eru ýmsir söguþræðir sem er ekki jafn skemmtilegir og aðrir. Það sem stendur alltaf upp úr er söguþráðin hjá Hugh Grant, það sem hann er orðin forsætisráðherra Bretlands. Ég man ekkert þetta svo. Hún er ótrúlega quotable og rosalega skemmtileg. Það er eitt söguþráður í þessari mynd sem að ég í dag er þetta svona, þegar hún kom út þá var þetta svona, krútlegt maður. Í dag er þetta mjög svona, hvað maður segja? Pirrandi? Nei, ekki pirrandi. Þetta er mjög svona questionable hegðun. Það er gæinn með spjöldin. Það er ekki það. Við séum það á internetinu út allt. Ég sá þessa mynd, það eru 17 ár síðan. Gæinn dinglar og er með svona spjöld, Keira Knightley opnar hurðina og gæinn í Walking Dead er með spjöld og er eitthvað Walking Dead? Já, sem leikur alhutturki í Walking Dead. Er það hann? Og hann eitthvað kveikir á tónlist og eitthvað stendur á spjaldinu eitthvað, segðu þetta séu carol singers og hann er að viðurkenna fyrir nýgiftu eiginkonu besta vinar hans að hann elskjana og fyrr í myndinni þá er hann að taka upp í brúðkaupinu þeirra og Keira Knightley hringir í hann og er eitthvað svona, heyrðu, átt þú eitthvað upptökur úr brúðkaupinu því þú veist að taka upp allan tíman og hann er eitthvað, nei, ég held ég að bara tekja yfir það eitthvað og svo bara kemur hann heim til hans og er eitthvað, heyrðu, áttu þetta ekki og hann lætur hann fá þetta og þá er þetta allt bara náskot af henni, eða nærskot af henni. Er þetta svona stalker? Já, þetta er einmitt málið, sko. Á þeim tíma þá var þetta bara svona, svo krútlegt, hann er svo ástfangin. Og hann er svo skotin í henni. Já, hann er svo skotin í henni, en hún er með honum, það getur ekki verið saman, en ok. Þetta er ógeðslega skrítin söguþráður í dag einhvern veginn að horfa á þetta og svo mætir hann heim til hann með spjöldin eitthvað, ég elska þig og mér finnst þú best en þú veist, ég ætla bara að láta hann duga að viðurkenna það fyrir þér og
þá hugsa maður og þá ætlar hann bara að vinna úr þessu. En hann kannski með hann á heilanum. Já, en allt í góð, ef það væri endurinn þá maður eiginlega sáttur með það, þá myndi ég bara búa til haustum á mér hann ætlar bara að vinna úr þessu og halda áfram. Sem bara gott að blessa. Hann ætlar að viðurkenna að það væri vandamál til staðar. Það fyrsta skrifið, viðurkenning. Eins og hann endi fangis, Svo lappar hann í burtu. Hún hleypur á eftir honum, gefur honum koss á munnin og hleypur aftur inn. Og það eyðileggur söguþráðinn fyrir mér. Af því að af hverju gerir hún það? Hún er nýgift, besta vinans. Hann er játa fyrir henni ást sína. Og eitthvað svona, þú veist, ég ætla að move on núna. Ég er bara búin að láta þið vita. Þetta er ástæðan fyrir því að... bara ég veit ég get ekki fengið þig, þannig ég ætla bara að... Já, tekur það allt fram á spjöldunum, ég get ekki fengið þig, þú ert gift og bla bla bla. Og hann greinlega, þú veist, að þetta er besti vinur hans og hann er mikið í kringu þau, hann er bara að jafna sig á þessu. Og það er tekið fram fyrir myndinni, þú veist, getur hægt að vera svona leiðilögu við hana. Og það er ástæðan fyrir hans leiðilögu við hana er að því hann bara ógst ástangin henni. Og erut með að sýna, þú veist, einhverja tilfinningar, skilur. Já, ég skil. En svo hleypur hún og kissar hann á munnin. Og maður er svona, þetta er eitthvað skrítið, sko. Hvað er næstu skrif núna? Og líka, hver eru skilabóðin þá? Einmitt. Er hún að halda með eitthvað volkum? Já, þetta er svona, þú veist, ég veit ekki hvað gerist í sambandinu mínu, en þú veist, gott eitthvað bestna vin. Getur þú beðið á hliðalinni EFG kynnið að sambandum mitt klikki með mannarinn mínum? Já, sem er bara besti vinniðinn. Það fáralegt var það hún sem kisti hann? Já. Það er fáralegt. Það er mjög klikka, eftir að hann kemur og gerir þetta allt einhvern veginn svona af því að hann með okkur lýsir þessu, ég man ekkert eftir þessu með okkur lýsir þessu þá var það samt tæknilega sér ekkert búin að brjóta af sér, skilur hann var ekki búin að svíkja við sinn nei, það er engin afbrotar hegðun í mynstrun hans, skilur, í því sem hann er búin að gera upp að þessu augnabliki. En það sem hún gerir er framhjáld. Já, ég veit það ekki, þú veist. Þetta er alltaf jaðra við það. Já, menn, þetta er eitthvað lítil saklaus koss reyndar á munnin, sko. Fór í sleik? Nei, það var enga tungur snertust, sko. Þú erum að pæla svo mikið. Ekki í þessu tilfelli. Ok, það var bara léttur koss, en gætu þú ekki bara kissa hann á kinnina? Já, það er sem ég hugsaði, þegar ég horfði á hana fyrir nokkur dögum síðan. Það er saklaust. Já, þá hugsaði ég, hvernig kissir hann ekki bara kinnina, bara sem svona merkjum vináttu. Og ég er alls ekki taka þannig að ég sé eitthvað að bleyma hana fyrir þetta. Mér finnst þetta bara virkilega furðulega skrifað atriði. Já. Þú veist, meiri segja ef þetta væri bara 3 kallmenn, skilur, það væri bara samkynhneigt par og 1 samkynhneigt kallmaður líka. Ef hann kæmi út og myndi kissa hann á munnin, þetta var jafn skrítið. Kynið snýst ekkit... Nei, þetta snýst ekki það sem kona. Þetta snýst bara það að hann játar ást sína og segir út til að færa mig áfram og reyna að jafna mig á þessu, skilur. Þetta er sálfræðileg vinna sem ég þarf að leggjast í. Og hún bara eitthvað, já, en ef ég kissi þig en hún líka hleypur eftir hann. Já, og svo hleypur hún inn aftur. Hún er svo búin að kveðja hann. Já, hún hleypur inn aftur bæði. Og hann til mannsins. Já, síns. Já. En ég er að tala gæði með spjöldin. Já. Hann lappar, hann snýr baki henni rauninni, hún hleypur út eftir honum, hann snýr sig við og hún kissir hann. 100% rétt. Og svo hleypur hún aftur inn. Já, það er og segir ekki orð. Það er svona, var þetta innilögu koss? Var þetta, hugsaður með, chemistry? Já, ég hugsaði, sko, það komst eiginlega ekki heilin á mér en þegar þú segir það þá já, en ég hugsaði meira bara, what the fuck, þetta er ekki, þú veist, þetta er... Var þetta vinakoss? Nei, þetta var enabling hegðun. Þetta var svona, þú veist, heyrðu, þú ert helviti peppaður gæi, þú veist. Heyrðu, hún er greinlega verið eitthvað skotin. Kannski, ég veit það ekki. Ég meina, ef þetta meiri vinakoss. Já, kannski. En mér fannst þetta bara illa skrifaðar endir á þessum sögutræði. Þetta er eini sögutræðurinn í rauninni allir myndinni sem fyrst má í taugarnar á mér. Ég þarf að tjekka aftur á hann út af þessu. Já, horfðu á hana með konunni, hún er æðislega þessi mynd, sko. Og það er svo mikið fyndið í þessari mynd. Rowan Atkinson kemur inn á atriði sem er legendary atriði, sem er að pakka inn gjöf og er að taka, það er enda líka sögutræðurinn framhald, en hann er svona að pakka inn gjöf og það tekur eilífið og þetta er ógeðslega fyndið, sko. Og svo Hugh Grant kemur skotin í konu sem er að vinna fyrir hann er fósitráðurinn og hann er eitthvað svona að segja hæ við hana og hann er hæ, svona opnar alla lófana sína til að vinka henni og þetta er svo mikið svona kjánalegt og brest og fyndið í þessari mynd. Ok, hún er sérst, ég er bara maður því ég sá hana. Fannst hann ekkert sérstök? Kannski var ég bara of cool, skilur. Mögulega.
en núna ég góða kærustu og get vel við getum hort á hann saman. Já. Pipaköku, heitt súkkulaði. Já, þetta er náttúrulega fyrst og fremst mynd ást. Þetta er náttúrulega bara rom-com mynd, sko. Ég hef verið harðar á þessu tíma, týtur. Já, grjótalur. Fara að djamma helgina og horfður á þessa mynd. Ég var alltaf harður fyrir Love Actually. Ok, Love Actually er númer hvað? 4 hér? Númer 4, já. Ok, það komið mér. Ég valdi mynd sem að mér langaði að horfa á aftur en ég bara náði ekki og ég man ekki nógu vel eftir henni en ég sá hana mjög oft þegar ég var krakki og ég sá hana örugglega síðast ég var að voru fullorðinn, mér varst það ennþá góð finnur hún skemmtilega og þetta er svona aðeins öðruvísi jólamynd þetta er mynd sem að hét á Íslandi ef ég man rétt hún hét öðru nafni í Bandaríkjunum. Já, ekki meina íslensku þýðinguna? Nei, ég var að tala hún var bara evrósku titill. Já, mér myndi þetta að vera evrósku titill. Hún hét Hostile Hostages eða Ref út í Bandaríkjunum með Dennis Leary. Veistu, ég veit ekki hvað mynd þetta er. Ok. Herru, þú sem mikill jólakall, þú kannski bara tjekkar á þessari mynd. 100%. Ég er bara algjörlega. Ég veit ekkert hvaða mynd þú ert að tala um. Og þetta er svona fullorðins, myndi ég segja, jólamynd. Ok. Spennandi. A cat burglar is forced to take a bickering dysfunctional family hostage on Christmas Eve. Hljóma spennandi. Þetta er náttúrulega, þú kannast ekki þetta? Nei, maður sjá plakatið. Space-seríin og allt maður. Kannast ekki þetta? Ég kannast þetta, jú. Þú kannast þetta coverið? Ég held ég að sé þetta sem krakki, man ekkert eftir þessu. Hún er skemmtileg. Já. Þarna kemur einn samt skemmtileg spurning sem að við gerum reyndar þáttum einu sinni. Er í lagi að horfa Kevin Spacey myndir? Já, gamlar. Eða þú veist, mér finnst það. Já. Niðurstaðan var í rauninni svo að já, þú ættir ekki að refsa öllum 200-300 mann sem að tóku þátt í verkefninu. Það er mín skoðun. Ég sammála okkur þar. Af því að eins og með bara leikstjóran, alla hina leikarana. En ég skil alveg, ok, ef þú vilt ekki horfa á gamlar Kevin Spacey myndir út af því að hann er ógeð, bara geggjað, þá bara gerur það. Það er bara ekkert mál. Það er bara þín ákvörðun og ég verð hana, sko. En ég næ alveg að aðskilja. Skilurðu, þú veist, það er alveg erfitt kannski að horfa til það sem American Beauty. Já, út af þemanu. Skilurðu, þú veist, hvernig karakterin er og hvernig sagan er. Já. En mér finnst það ennþá frábær mynd. Já. Þannig að hvernig hann er eyðilegur ekki fyrir mér American Beauty eða Seven eða eitthvað þessum myndum. En ég hef engan áhuga að sjá myndum í nýja. Eftir það kemstu upp og ef hann ákveði bara sem hann myndi ákveða að leika ykkur geggjæra mynd í dag, ég væri ekkert spenntið fyrir henni. Nei. Hann er búin að eyðileggja það. Já, og þá væri ég líka, hefði ég ekki mjög mikinn áhuga á því að styðja allt fólkið sem er í kringum myndina heldur. Nei, það er annað. Af því þarna vit allir, allir ég ætla að vona, þetta var það frægt, það vit allir hvernig hann er, nú er það bara að koma upp á yfirborðið, en þú vilt samt gera mynd með hann, þú veist, mér finnst það allt annað dæmi. Já, sammála, þetta er bara... Þannig að, já, ég vona allavega að þú bara gefur henni séns. Já, 100%, já. Það hljómar eins og þú sér til í að þetta er náttúrulega bara gömul Kevin Spacey. Já, ég horfði á Seven daginn, sko. Ég horfi á gamla myndir sem hann er í, af því að, þú veist, það er mynd málið, ég er ekki að fara, það er handritshöfundur, það er leikstjóri, það er gæði sem lýsir myndina, það eru set production assistants, það er bara, þú veist, 200-300 manns að vinna á þessari mynd. Já. Ég er bara því miður, ég er ekki að fara neita að horfa á hana og eyðileggja verk sem að mörg hundruð manns eru stolt af bara því að aðalgæinn. Og hann er ekki eins og í Seven, hann er ekki svona aðalgæinn. Eða þú veist, skilurðu? Já, nei, langt frá því náttúrulega. En ég meina, Seven finnst hún ekki alveg góð mynd þó, þetta er bara geðveik mynd. Já, sturla góð. En það er eins og þetta sé svona, þetta er hot topic. Já. Tala um þetta. En þessi mynd, mér finnst það skemmtileg, mér finnst það fyndin. Þetta er til dæmis R-rated mynd. Já, ok. Það er blóta, Dennis Leary er náttúrulega mikill blótari og þetta er skemmtileg mynd. Mér langar svolítið að rifja hann aftur upp. Ref, já, þetta er að horfa hana. Ég þarf að bæta henni á listan. Já. Ég er alltaf að leita nýju líka, sko. Að nýjum jólamyndum. Já. Ok. 3. Hvað er það með númer 3? Númer 3, maður. Babbababaram. Heyrðu þau? Má giska. Giskaði. Ég ætla að giska í 3. sæti af þér og ég ætla að giska í 3. sæti af þér. Ef þetta er rétt hjá mér, þá fæ ég annað svona hot chocolate, ég vil bara búið bolla minn. Já, ég skal bara, sendi þið bara gjöf. Sendi það með postið. Ég ætla að giska á þessi Elf. Nei. Ég var 90% þetta á. Ok, ekki Elf. Ekki Elf. Ok, allavega ekki 3. No chocolate for you. Sorry. Allavega ekki 3. Ég er hann að veiða upp og er hann með Pokerface. Ok, hvað er nummer 3 hér?
Númer 3 kvikmynd sem að internetið ákvað allt í ná ekki jólamynd. Die Hard. Die Hard, já. Og já, hún kemst nefnilega ekki á mér. Í alvöru? Já, allt ég sagði það, ég hugsa ekki þessi jólamynd. Já. En hún samt jólamynd. Já. En það meina það kannski bara munurinn á því að þú veist, ég horfa alltaf á hana á jólunum, skilur. Og þú veist, ég tengi hana við jólin. Lord of the Rings jólamyndir? Sko, ef það þín hefði á, að því að þú, sko, ég ekki maðurinn sem að fara að gatekeepa fólk. Gatekeeper þá sem maður veit ekki, það svo gæði sem maður segir bara nei, þetta ekki svona, að því að ég og reglurnar í lífinu segja ég ekki að fara að gatekeepa neitt hvað jólamynd og hvað ekki, þú veist, búðu tíðurleiknar eigin hefðir, ég meina jólamyndunar Lord of the Rings myndar komuðu jólunum, ef ég horf á Lord of the Rings, þá það vanlega með áramótin, ég horfði þar í fyrra, en þegar kom 4K útgáfa að þeim öllum og þá horfði ég á allar extend útgáðanar í 4K, vákar flottar bæði, en já, ég horfði meira á þær áramótin. Aquaman og jólamynd? Hún kom út lítið 8. des. Þú veist, ef einhver skrítin gæi vil breyta því jólahefð því að segir að horfa alltaf á Aquaman, gjör það svo vel. En ekki, ég náttúrulega grínst þess, en ekki alveg sagt að segja að það sé jólamynd eins og Lord of the Rings? Það ekkert jólalegt um Lord of the Rings. Ekki neitt. Jú, ok, Gandalf með skegg eins og jólasveit, skilur, búið. Ógeðslega, bara finna einhver rök. Nei, menn þú veist, að því að þú finnir hvernig þessi hefð myndaði, skilur. En ef að listi minn, segjum það, listi minn, hefði verið bara hvað, í 5. sæti Two Towers, svo í 4. sæti Harry Potter. Hefði það gerið svolítið svindl? Jú, mér hefði fundist það athyglisvert. Það ekki pínur, það bara mikið svindl. Það jú, ég meina, þú veist, að því að þetta ekki myndir sem snúast jólin. Nei. En að segja, þú veist, að það séu, ég myndi frekar segja, ég ætla ekki að gatekeepa neitt hérna, sko. Þú ætlar að gatekeepa eitthvað. Þú ætlar að gatekeepa mig. Þetta jólahefðir, þetta ekki jólamyndir. Já, það rétt, já. Og jólahefð og almennt hefðir skapast út af endurtekinni hegðun og sem þú endurtekur alltaf árlega. Og hvað gerði Lord of the Rings? Það komið út jól 3 ári röð. Já. Búm, það nótur að búið til hefð. Og þá allt í nöru trengir bara, já, heyrðu, ég horf á Lord of the Rings á jólunum, áramótunum. Það komið 27. des, eða ekki? Jú. Það svona, horfum ég ofta þær á áramótin. Og finna þér að Harry Potter, ef ég tek Harry Potter marathon, þá myndi ég að gera jólin. En það líka náttúrulega, maður í fríi, maður hefur tíman til að horfa á þetta. Já. En Harry Potter gerir það verkum að þú veist, fyrstu, 4 eða 5 myndirnar komu út á jólunum. Já, svo fór það eitthvað breytið sér, komið ekki svona sumri til og... Jú, svo allt í bara, heyrðu, já, það meiri peningur í sumrindunum. Færum það á sumrin, græði meiri pening. Bara mjög snöð. En það var nóg til að búa til hefðina, búið til tenginguna. En svo líka spurning, sérstaklega sem Harry Potter. Ég var reyndar eftir að sjá þar aftur, ég hef alltaf horfað þar aftur, ég vil gera Harry Potter þátt. Og eins og með það alveg feel-good-myndir, sérstaklega kannski fyrstu. Já, fyrstu myndirnar, já. Já, svona feel-good, svona fjölskylduævintýri og krakkarlendi ykkur og galdrar og eitthvað. Sigur ást óttanum sínum og svona. Algjörlega. Það einhvern veginn kannski nóg þá líka bara að það verði, þú nærð að búa til smá svona jólamynd úr þeim, þá þetta sé ekkert jólamyndir. Já. Skilur hvað við? Ég skil þig. En það er kannski ekki tætt með Lord of the Rings. Myndur þú kalla það feel-good? Þegar þú ert búin með 3. myndina kannski. Að loka atriðið 3. myndinni er kannski feel-good, en... Hvaða loka atriðum svo lengi enda? Bara þú veist, þeir eru hoppandi hérna í rúmunu og svo furðufuglar eitthvað fröðu. Já. Sem svo skrítið atriði. Það rosa sérstætt. Og allir lappinn og bara, þú veist, allir... Ég myndi mér alltaf að þessu standandi fyrir utan. Bara gjössanlega pokerface dauðir bara. Svo lappa þær inn, leiða lappinn. Fara allir að hlæja. Þetta er svo skrítið. Þetta er svo happy. Var ekki líka slow motion eitthvað partur af það? Jú, nánast alltaf atrið, sko. Alltaf atrið. Já, ég fór bara aðeins að pæla í þessu því að mér fannst það svo fyndi og bara því að ég var að gera enga. Það hugsaði mér, þetta er fyndi, ég myndi bara velja eitthvað svona myndir sem að ég horfi bara á jólun. Já, bara í 5. sæti Fellowship of the Ring, 4. sæti Two Towers. Ok, það var reynda svindl. Það væri mjög mikið svindl. Ég var 3 ára að vera Lord of the Rings. Nei, þetta er svo ein mynd sem ég horfði í fyrra, sem mér finnst það feel-good mynd. Og ég sagði mér, vá, ég er svona smáfann að tengja hana við, af því ég horfði hana í fyrst skipti, minnum örgulega með jólun í ás. Það er The Greatest Showman. Já. Hörðu séð hana?
Heyrðu, fyndin saga. Ég vann sem flugþjónn. Ok. Og morgunflug til Evrópu eru rosalega róleg. Eins og gengur og gerist. Því að, þú veist, fólk að ferðast flugvélin fór í loftið 6:30 eða eitthvað og fólk var bara svoandi. Ég hef séð Greatest Showman í þeim aðstæðum að alveg aftast í vélinn galli fyrir starfsfólk og það var svona sætið sem þú getur tekið niður og það satt ég með grjónagraut eða eitthvað og var að borða morgunmatinn minn nema það að þegar þú situr í þessu sæti þá eru öftustu farþegarnir eru bara hérna og sá gæi var með iPad og var að horfa á Greatest Showman með íslensku texta og með heyrnartól og hún 2 tímar eða eitthvað flugið á 3,5 og það var svo lítið að gera í þessu flugi að ég satt bara og horfði á myndina án þess að heyra nokkuð skapaðan hlut. Þetta söngamynd? Já, ég veit að ég áttaði mig á því. Þú sástu dansa á eitthvað? Já, þú bara, ok, söngatri, ok. En þannig að þú veist, ég séð hana, en ég hef ekki heyrt hana. Þetta er góð saga. Þú sést búin að sjá myndina. Já, hún var mjög flott. Það var flott atriði þarna upp á, það sem hann var með þvottinn sem var búin að hengja upp og eitthvað. En þú hefst ekki heyrt lögin? Nei, einhvers í útvarpinu. Já, kannski aðlagið þarna. Ég tengdi náttúrulega ekki að það var Greatest Showman, ég bara heyrði það og bara, þetta er skemmtilegt lag. Ég vissi ekki að þetta var á myndinni, sko. Þannig ef einhver spyrir, ertu búin að sjá Greatest Showman, þá segir já. Já, ég hef séð hana, en ég hef ekki heyrt hana. Þú séð hana, þú hefur ekki heyrt hana. Og gerðist með þá mynd. Það er svona feel-good mynd og skemmtileg og flott lög og eitthvað. Já. Þetta gæti alveg verið svona jólamynd hjá mér. Samt ekkert jólalegt við hana. Nei, en ég meina það bara kemur að hefðinni, skilur. Þannig að kannski hefum verið á listanum mínum. Ok, höldum árum, hættum þessu bulli, segir hún. Rugl eitthvað. Ég man ekki hvað var við trúið af því. Það var Die Hard. Die Hard. Frábær mynd. Ég var eins og í Þýskalandi. Nei, ég var ekki í Þýskalandi. Ég var á Mallorca. Og það var að auglýsa Die Hard 4. Og Die Hard á þýsku, að þetta var þýska stöðin og allt talsett. Die Hard á þýsku Die Hard. Og nefnum hann hafi verið að segja Die Hard með þýskun reym eða eitthvað, þú veist, þýði allt, þannig að þetta var bara Die Hard. Og það var verið að auglýsa Die Hard 4. Og ég man svo vel eftir þess að því í fríöfnunni keypti ég, fekk pappa til að kaupa þess að Die Hard 1, 2 og 3 svona boxset, því ég hafði ekki séð þær. Og ég var svo spenntur þess að Die Hard 4. En það var að auglýsa hann í sjónvarpinu sem Die Hard, Die Harder. Ég þess að þetta var 4. Já, en það er náttúrulega mynd nummer 2, skilur. Já, basically. Þeir hafa þýtt hann eitthvað annað og svo fekk nummer 4, Die Hard, Die Harder. Og ég fannst það svo fyndin auglýsing. Die Hard, Die Harder. Hún hét Die Hard 4.0 eða eitthvað. En á Íslandi held ég hún heiti Live Free or Die Hard. Já. Ég held hún heiti Die Hard 4.0 í Bandaríkjunum. Já, því hún er svo technical. Eitthvað svona hakandrasl. Die Hard 2, er hún jólalegri en fyrsta? Já, það er snjór í henni. Já, er það ekki eina sem hún hefur? Já, mér finnst Die Hard 2 eiginlega slökust, satt segja. Af öllum 5? Nei, guð, af þessum 3. Já. Af 3 leiknum. Hún er slökust af þessum 3? Já, þú veist, af Bruce Willis sem hár 3 leiknum. En á ekki John McClane alltaf hár? Mér fannst skrítið að, ég veit að Bruce Willis er sköldur, mér fannst skrítið að sjá hann með þessast rakaðan í 4. Það er líka því að í 4 og 5 er hann ekkert lengur John McClane, hann er bara Bruce Willis. Hann er meiri John McClane í 4 heldur en 5. Í 5 er hann bara Bruce Willis. Og þú veist, með öllu sem fylgir Bruce Willis, hann bara mætir einhvern veginn, fónar sig inn á settið, skilur, ger ekki neitt, stendur hann með eitthvað risa hríðskutabissu, bara ta-ta-ta-ta-ta. Ég var að horfa á 1 og ég hugsa alltaf 5 þegar ég er að horfa á 1. Ég hugsa bara, hvað gerðist við hennar karakter? Þetta er ekki sami, þetta er líka bara virkar ekki sem sami leikari. Nei. Svo í dag, ég man einhvert við tölum þetta, en í dag, gæin er bara að leika í 20 myndum. Já, það er bara eitthvað rusl. Bara peningur. En fyrst er náttúrulega eða hvað? Er fyrsta best? Já, þetta er 1, 3, 2, 4, 5, finnst mér. Mér finnst, ég það samt segið, ég satt í podcastunum. Já, sorry, þetta er 1, 3, 4, 2. Finnst mér, finnst 4 eða betur en 2. Finnst þér 4 betur en 2? Að því sögðu. What? Býttu, að því sögðu, áðurnum fyrir að setja alltaf kólf við það, að ég hef ekki séð 2 síðan ég sá hann í fyrst skipti og ég ætla að horfa hann aftur þessi jól og endur með hann. Ég man bara, og það var náttúrulega mikið gert grín að þessu sínum tíma og þetta var gert grín að þessu í Ben Stiller show, og þú sást það var ein sería af því einu sinni,
að 1 og 2 er basically svona sama myndin. Já, þetta er svolítið copy af fyrstu. Já, og þegar ég horfði á þær, þá horfði það back to back og þá var ég bara, guð, þetta er sama myndin. Svo kemur 3 og er allt öðruvísi. Það er Simon Says og allt þetta og maður bara, ok, þetta er geggjum mynd. Virkilega svona stærri mynd, gerist alltaf í New York og svona. Mér finnst 3 að einhver liti skemmtilega en 1. Ekki betri. Nei. Skemmtilegri. Já. Skilða alveg, ég meina, þetta er mjög skemmtilegt koncept. En svo finnst mér alltaf þegar ég horfa á hana sko aftur, þá verði ég alltaf fyrir smá vonbrigðum. Ég verði að viðurkenna. Af því að þegar ég sá hana fyrst, þá fannst mér hún vera einhvern veginn meira svona, ég var náttúrulega tölvöld yngri, mér fannst hún meira glorious heldur hún í dag, sko. Mér finnst Simon Says konceptið einhvern veginn ekki verið að tekið nógu langt. Það gerast rosalega fáir hlutir, hún til lengi að byrja, fannst mér. Þú veist, hann setur eiginlega á sig skiltið, þarna kynþáttahatur skiltið, og svo eru bara einhverju 2 eða 3 hlutir í viðbót sem hann þarf að gera. Það er ekki bara að sprengja á 2 stöðum eða eitthvað. Jú. Sprengjan, svo við brunnin. Já, sprengjan í neðurjarðarlestinni. En myndin alltaf fjalla ekkert beint það. Það var bara distraction. Ég meina, þeir ætlaði með þess að bara drepa McClane á hafnarflugvöllunum. Já. Manstu ekki? Þetta var allt bara ruse, þess að ræna hana draslið. Já. En mér finnst líka bara chemistry á milli þeirra, Sam Jackson og Bruce Willis, svo geðveikt. Það var líka. Og mér finnst líka það sem ég fílaði þeir reyndi að gera eitthvað aðeins öðruvísi. Þetta var ekki copy af fyrstu myndinni. En 2 er svolítið svona mikið þannig. Sem er náttúrulega eins og veist, þá er náttúrulega engin Die Hard mynd hefur verið skrifuð sem Die Hard mynd nema Die Hard 5. Það er alltaf bara einhver önnur handrit sem er samt svo skrítið að því að Die Hard 1 og 2 eru svo líkar. En þú veist, það er auðvitað bara tilvílin. En, Die Hard er bara, 2 er bara Die Hard on a plane, eða þú veist, ég skilja á flugvelli. Já. Og hvað ætlar að segja eitthvað? Já, ég ætla að segja, hvað er næsta? Við blöðum allt svo lengi. Hvað er, þú ert að fara þú tókst númer 3, ekki? En Die Hard, ég ætla bara að segja strax, Die Hard er búin besta myndin af öllum sem við erum með, sem bíómynd. Nei. Wow, þér finnst það ekki? Nei, Die Hard er ekki besta myndin á svona lista. Ok, bara sem bíómynd, þá finnst þetta ekki samt besta myndin? Ekki á mínu lista, nei. Ég er með eina myndina á mínu lista. Sem þið bara betri kvikmynd heldur en Die Hard? Sem er, mér finnst þú vera betri kvikmynd heldur en Die Hard, já. Þetta er stór orð. Die Hard er geggjuð. En þessi er aðeins betri. Það er engin mínu lista sem kemst nála Die Hard. En ok, höldum áfram. Þriðja sem þetta mér, vil ég giska? Elf. Það var reynd að finna því, ég giska hvað þér. Nei, það er Home Alone. Já, skila. Classic jólamynd. Algjörlega. Æðislega. Já, hún er það, hún er rosalega frábær. Mér finnst það til þess að fjölskyldumynd. Hún er það, já, algjörlega. Þú veist, þegar maður hún er líka alltaf skemmtileg fjölskyldumynd að því leita. Þegar maður sér hana sem krakki, þá finnst maður þetta ógeðslega fyndið. Þegar maður sér þetta sem fullorðinn, þá er þetta ennþá fyndið en þá svona að hugsa þegar eiga að vera dauðir. Já, þetta er svakalt sem lendi. Já, alveg rosalegt. Þú veist, það bara hamarinn hérna, málingadósin skýst niður, tróðfull málingadós beint í hausinn á honum. Það er bara, já, þú ert örugglega komið með heila skaða. En þú veist, þetta er svona slapstick. Þeir voru allavega alvarlega slasaðir. En svo það sem gefur líka myndinu svo mikla vikt eða þyngd, það er alltaf Pesci. Já. Og með Joe Pesci. Já. Og Daniel Stern, alltaf brjála chemistry á þeim. Já. Og Macaulay Culkin. Er ekki Macaulay Culkin besti uppáhalds skemmtilegasti barnaleikari all time? Bara of all time. Mest adorable, samt góðu leikari. Já, jú, það er hann og River Phoenix, þú veist, það eru bara einhverjir mjög fáir sem er á þessum lista, sko. Haley Joel Osment, kannski Sixth Sense, en það er alltaf bara svona alvarleg mynd. Já. Ég er að tala sem svona feel good, eitthvað svona krakka leikari, af því hann var ekki, mér fannst hann aldrei óþolandi. Nei, alls ekki. En þann dag í dag finnst mann ekki, ef ég horf á Home Alone, af því krakka geta átt að vera svona eins og alvörinn í Santa Claus. Já, já. En aldrei með Macaulay Culkin, fannst mér. Sammála. Já, og líka bara, þú veist, ég var að skoða lista minna bara aftur, af því ég glemdi að segja á hann að Home Alone hefði tekið 5. sæti mitt. Er hann ekki á listan? Já, ég er að spóla. Nei, ég var nú ekki honorable mentions á hann. Nei. Ég eitt út. En það finnst það góð. Ég finnst þú frábær, já. Ástæðan fyrir hún er ekki á topp 5 listanum mínum. Boring svar. Boring pick. Boring, nei, alls ekki, sko. Klísilegt, já. Nei, ástæðan fyrir því að ég segi ekki Home Alone
og hún átti að vera honorable mention sáðan, svo ég veitti henni út bara eitthvað, það að ég get ekki hort á hann árlega. Það ekki? Nei, brandararnir eru svo mikið slapstick að ég þarf alltaf að gefa henni smá Já, ég skilji. En þú veist, hún samt svo frábær. Macaulay Culkin ótrúlega sjarmerandi og það sést líka bara í framhaldsmyndinni. Það þarf hann að halda ennþá meiri vikt af því að þá hann að leika á móti fleiri fullorðnum aðilum. Já, 2 bara fín líka. Já, og hann þarf að leika meðal annars á móti stórleikarnum Rob Schneider og heldur sér. Hann leik hótelgæði. Já, og þarf meira að segja að líka leika á móti Trump stórleikari líka. Var hann eitthvað hlut? Cameo. Var það ekki bara eitthvað cameo og lappaði hann fram í honum eða eitthvað? Já, hann segir honum hvar eitthvað gata eða eitthvað. Já, sem að kannski tóða sér í úlpuna hans eða eitthvað minnum mig. Já, mitt. Það var svona þegar Trump var hot shit í fasteignabranssanum. Já, menn hann ekki bara í 10 sekundur í myndinni eða eitthvað? Jú, bókstaflega. En hægt að teygja þetta koncept? Nei, eftir 2 var það bara búið. Það var að koma ný mynd? Guð minn almáttugur. Vissu það? Já, ok, ég ógeðslega forvitin. Ég ekki að segja, ég nenni ekki að horfa á hana. Jú, ég nenni ekki að horfa á hana. En mér langar þetta að horfa á hana. Bara upp á forvitinsaki, sko. Ok, ég verð að spyrja, því ég að undirbúa núna spurningu þátt. Það sé að vera með svona, þema verður bara 2021. Já. Og ég get sagt þetta núna því að ég verð búin að taka upp þann þátt áður en ég gef þennan út. Já. En ég ætla að spyrja gæðan sem kom til mín. Það var ein spurningin. Þess að núna kom ný Home Alone mynd út sem heitir hvað heitir hún? Sweet Home Alone eitthvað svona fáralegt. Kemur ekki Home tvisvar? Home Sweet Home Alone. Sweet Home Alone. Já, hræðilegt til. Ömurlegur. Veistu númer hvað hann í seríunni? Já, 6. Það rosalegt. Ég vissi ekki að 4 og 5. Nei, ég vissi að það var í 4, ég vissi ekki að 5. Það var bara því að það var einn í vinnunni að tala um eitthvað. Já, vorum að horfa á með krakkanum í vikunni Home Alone 6 og ég bara við nú við. Hvað myndir það? Ok, bökkum aðeins. Í fyrsta lagi, okkur kallar hann á Home Alone 6. Hún ekki 6. Já, og okkur eru 6 myndir. Bara... Djöðlega búið að tegja þetta koncept. Ég man eftir því að 4 kom. Ég sá hann ekki. Ég sá 3. Það er þannig að þeir eru 4 illmenni eða ekki. En var hún svona ekki allt í lagi? 3? Já. Sem krakki. Mér minni það. Já, sem krakki. En ég sá hann ég var ekki gamall í svona. Nei, ég held hún sem bara, þú veist, aldrei nokkuð tíma að fara að virka í dag, sko, fyrir menn á vissum aldri. En þú keppir líka ekki við með Macaulay Culkin. Það er erfitt fyrir annað barn að koma inn og, skilur, hann svo mikið hann svo stór partur af Home Alone. Já, og svo líka bara Home Alone með svo skemmtilega atrið og quotable atrið, þú veist, keep the change, you filthy animal, og þú veist. Ég held lengi vel þetta var alveg mynd. Já, ég líka. Svo er þetta bara ekkert alveg. Nei, bara bútur í Home Alone. Já, og þú veist atriða sem hann er búin að setja upp spjöldin, skilur, til að láta lítið út þessi partí í gangi. Svo gamli kallið með skobluna, kemur á bjargaránum sem að... Já, sem átti að hafa drepi börnin sín. Já. Var ekki þannig, var ekki átti ekki að drepi börnin sín. Já, var eitthvað þannig. Þetta er sætmynd. Þetta er sætmynd, já. En var þetta ekki líka John Hughes að skrifa þetta? Jú. Hann skrifa svo margar góðar fylgutmyndir maður. Já, þú veist, það er alveg efni bara... Ég ætla ekkert að gera John Hughes þátt. Já, það er heilt umræðið núta fyrir sig, sko. John Hughes, það er geggjaðu gæi, sko. Uncle Buck, til dæmis, maður. Það er geggi jólamynd. Æðisleg mynd. Er það jólamynd? Já, gerist hún í jólin. Er hún ekki... Jú, hún gerist í jólin. Er það? Mér myndi þetta að vera Thanksgiving mynd. Já, ok, þú veist. Þú setur bara saman. Við höldum ekki að Thanksgiving á Íslandi. Alveg svo Planes, Trains and Automobiles. Þetta eru myndinar sem ég tilvera jólamyndir sem horfir á áður en komið desember. Þar kemur Die Hard, þar kemur Planes, Trains and Automobiles, Kiss Kiss Bang Bang, Kiss Kiss Bang Bang, Love Actually. Myndinar sem er ekki að þrýsta ofan í þig endilega snjónum og öllu þessu drasli. Heldur meira bara eitthvað svona skemmtileg. Já. Byrju, þú ert búin með nummer 3 og ég er búin með 3. Hvað er tvistin? Ok, heyrðu, tökum smá intermission í listanum. Það er eitt sem ég langaði að koma framfæri. Ok, varðandi jólamyndir. Það er Hallmark. Hefurðu hort á þetta? Nei, þú sérst að tala um Hallmark myndirnar. Er ekki múin að gefa 1 milljón eitthvað jólamyndir? Jú. Er þetta ekki rusl? Í fyrra var þess að tekin upp popkulturþáttur sem snerist einungi sem Hallmark jólamyndir. Nei. Ég tók með það skemmtilega verkefni að horfa á Hallmark mynd. Og grafa í sögu Hallmark kvikmynda, bara hvað í óskupunum er þetta, af hverju var þetta til, af hverju er þetta svona mikið að myndum og hvað er á bakvið þetta.
og að ég sá nefnilega að vera að ræði kvikmynda áhugamenn grúpunni þannig daginn. Já, ég myndi sá það. Já, hefur einhver hort á þennan viðbjóð? Já, og byrti bara eða fullt af einhverjum pósturum. Já, vandamálið að ég mjög mikil svona skrollari, þannig ekki að skrifa, þannig ekki að taka þátt í umræðanum. Því ég bara það lítið á Facebook, ég bara svona skrolli í gegn og bara svona En þú varst búin að sjá meirildina þessu? Nei, ég horfði á eina. Bara eina? Já, af því að ég las að einu nóg. Þá ertu búin að sjá þetta allt. Já, það er allar eins. Já, það er nefnilega málið, sko. Þannig að ef einhver að spá í þessum Hallmark-myndum, þá þetta uppskrift. Og það eru reglur. Þetta er 100% formúlumyndi bara. Já, og það var... Þetta er reglur, hvað meinarðu? Ég fann sem sagt viðtal við framkvæmdastjóra einhvern gæja sem sér þetta. Og það var viðtal sem sagt Hallmark-myndirnar, jólamyndirnar. Það er svona gat ég farið svona djúpt í þetta í þættinum og hvet fólk til að hlusta á hann eða það eru rosalega mikið náhuga á þessu. En það er samt þannig, það eru nokkrar reglur. Fyrst var þetta þannig að þetta var alltaf bara svona feel-good jólamynd sem að upplýði í rauninni þannig að hún móðgar engan, hún gerir ekki djarft. Já, þetta er bara alveg 100% safe. Já, og það er alltaf sami sögutráðurinn, það er alltaf kvenkins karakter sem í aðalhlutverki, hún er alltaf í vinnu, svona high pressure vinnu, hún fer oftast í eitthvað lítið þorp eða eitthvað bæ eða heimti sín eitthvað svona dót, hún er alltaf single eða með mann sem hún er ekki mjög hrifin af. Alltaf gagkinnið. Alltaf gagkinnið. Það er ekkert sem móðgar í þessari mynd. Og alltaf hvít. Já. Það er ekkert sem móðgar. Og samkynið móðgar sjálfsögðu, sko, og líka fólk af öðrum lit heldur en hvít. Það má alls ekki verið í Hallmark. Nei, ekki Hallmark-mynd. En það eru tóken öðru lit, öðru kynþætti, sko. En er þetta ennþá þá þannig? Já. Myndir sem mynd sem kom 2019 bara. Já, því ég horfði á mynd sem kom 2020 í fyrra. Ég horfði bara á nýjustu Hallmark-myndina sem var þá. Og það er ennþá svona reglur. Og ofan í það, með tímanum, bættustu reglurnar að það verður að vera snjór, alvöru snjór. Og við erum að tala um það að myndirnar eru teknar upp í, sko, jan, feb, mars, en þeir fara bara kvöldsvæði og þeir bara flytja inn snjó. Ok, það er svona smá blues, ekki? Já, einhver leiti? Jú, svo sem við horfum á þannig, sko. Það er ekki nóg fyrir þig? Ekki þegar þú horfir á þetta, sko, snjór. Er þetta bara algjört rusl? Já, en þú veist, samt aftur á móti, þú horfir á þetta og þú veist svona, þú veist, þetta var ekkert eitthvað frábært, þetta var ekkert hræðilegt, skilur. Er það þokkar að vera leiki? Í stundum eru góði leikar í þessu. Hvað sá ég? Það einhverju 2 leikarar sem að gera. Frægir? Já, það eru 2 frægir sem að gera Hallmark-mynd. Og svo náttúrulega ein Hallmark-mynd sem að Will Ferrell og hún hvað heitir hún? Sem var í Ghostbusters líka og Bridesmaids, Ljósar, Kristen Wiig. Will Ferrell og Kristen Wiig gerðu Hallmark-mynd, minnum mig frítt, bara því þið fannst þetta svo fyndið koncept. Og þau leika 100% alvara, sem myndar í YouTube. Þau eru 100% alvara að leika í gegnum heila Hallmark-mynd. Og var þetta Hallmark-mynd? Já, og hún er klukkutími og 40 mínútur minnum mig. Þú getur hort á hana á YouTube og þetta er drepfindið. Shit, ég veist það ekki. Og þau bara elskuðu þetta. Bara fannst þetta svo brilljant dæmi eitthvað. Og þau bara, við verðum að gera þetta. En ég meina, er þetta eitthvað að lúka? Er þetta ekki bara svo sjónvarpsþáttur eða? Nei, jú, þannig séð, sko. Frá 90 okkar, skilur. Nei, alls ekki. Þetta er bara eins og, þetta er flott, sko. Þau setja rosa mikið púður í það. Og þetta er stæðsta tekjulindin þeirra í dag, þessi jólamyndir. En það kemur alltaf hverja einasta ári einhver jólamynd. Já. Veistu hvort, er það eina eða fleiri? Veistu það? Ég sá screenshot daginn, ég sá hvort ég geti fundið það bara snöggvast, sem að var sem sagt 3 nýjar Hallmark-myndir sem voru að koma. Og er þetta guilty pleasure hjá þér? Nei, Þetta nær því ekki? Nei. Eins og segi, ég horfði á eina mynd og ég var ekkert að fara að horfa á hann aftur, sko. En það eru 3 myndir sem eru sem sagt að koma. Það er, eina heitir Christmas in the Wilds, hin heitir Christmas in the Ranch og 3. myndin heitir Christmas in the Pines. Er það að koma núna þess ári? Og plakatið er bara svona sína, þetta er bara plakatina. Já, er þetta ekki alltaf mjög sviplakat? Jú, kona og kallina. Christmas in the Wilds, það er kona og kallina, það er bara klippt út, sko. Og svo er hérna kona og kallina. Já, þarf maður að tjekka þessu. Ég mæli maður að horfa á einu svona, það var svolítið búin að sjá flestar. Myndir sem ég horfði á var svolítið spaced, hún var svolítið áttir. Og það var sem sagt hérna... En er þetta ekki alltaf saman söðrar? Jú, kona kemur og ætlar að vera eitthvað, þú veist, fá smá jóladæmi að því að fjölskyldan er þarna eða eitthvað svona. Og svo að lokum þá, hún heitir svona kall sem er meira svona burly, svona manly man. Þú veist, ég er woodchipper gæi eða eitthvað. Þú veist, ég gengi köflóttum skyrtum. Með skegg?
með skegg, eða kannski ekki með skegg, en ég samt, þú veist, á hverfisverslunina og hún svona hittir hann og eitthvað, þú ert mikill sveitó, og svo átti hann að segja því að það miklu betra að vera heima, í heimabænum, og vera sveitó, og vera með sveitómanninum. En myndir sem ég horfði á var þannig að sko, gæinn sem hún hittir er draugur. Já, sem er fastur í húsinu og kemur bara jólin, og hann dó jólin, og hún er að tala við hann eitthvað og svo endar þetta á því að hún er svona high level executive job eitthvað áhugt mann eða var single í mann ekki og endar þetta á því að ástin hennar endurlífgar hann frá döðum en hann er frá 1900 og eitthvað sko gæinn hann er old fashioned gæi. Byrju hvað, lifnar hann við? Já, minni það fastlega að það hafi verið svo draugur sko af því að þau enda alltaf saman alveg svona þessi draugur eða lifandi maður. Já. Það endaði saman. Já, enda alltaf saman og þetta er bara uppskriftin og þeir segja þannig á Hallmark bara við vitum alveg hvað virkar, þetta er bara svona. Þeir gerðu eina djarfamynd sem hann var í djarfa innan gæsalappa frá þeirra sjónarhorni því það var mikið blökkumunum sem lék í henni. Meðal annars hann sem var í Lethal Weapon. Danny Glover. En hann er ekki aðalhlutverkið. Því það er ekki... Hann mátti það ekki. Nei, það er bara hvítur maður sem er aðalhlutverkið. Bara að passa það sko. En hann var í aukulhlutverki. Það eru svona ýmsar myndir hér og þar sem er ekki bara að já, hvað er þessi í þessu mynd? Þannig að það lítur á eitthvað smá budget í þessu. Já. Ok, Hallmark. En ég meina eins og með þessa jólmynd, svo sást. Komst í eitthvað svona jólagýr? Komst í eitthvað jólafíling? Já, það er náttúrulega málið. Það sem þeir eru að markasetja er í rauninni sama og kortið þeirra. Þetta er bara jólinn. Já, einmitt. Það er jólatré, það er alveg snjór, það er alveg þetta. Það er bara, það þurfa alltaf að hitta ákveðin checklista til að búa til jóla bara bíómyndina. Þetta er í rauninni það sem að marketingvélin ákvaða væri jólamyndin og greinilega miðaldra konur í Midwestern Bandaríkjunum sem eru aðaldemografíkið. Já, ég ætla að segja að þetta er pottið eitthvað, það er markkópurinn, sko. Já, og þetta er fokkin selur, sko. Hvað ætli þessi búin að búa til margar, vistu það? Örgulega mjög margar, því þeir eru búin að gera þetta í mjög mörg ár og þetta breyttist. Fyrst var þetta bara 1-2 árið eða eitthvað, svo allt í henni byrjaði bara allt árið að snúast jólamyndina þeirra. Hallmark Channel núna, eins og það leggur sig, er bara jólamyndinar. Þeir eru byrjað að gera aðeins öðruvísi þemamyndir, Valentine's Day myndir og svona dót, en það er allt, en hann sagði viðtalinu að þetta er allt bara til að búa meiri pressu undir jólamyndinar. Þetta er bara upphittun fyrir jólamyndinar. Hugsa hvað, þetta er galið. Þetta er galið. Og þetta virkar. Og það er fólk sem virkilega horfur á þetta og elskar það. Þú ert alltaf ekki með þeim. Nei. Ok, þetta var áhugavert. Ok, efstu 2. Förum að klára það. Já. Númer 2 er þér. Númer 2. Klárlega besta kvikmyndin á þessum lista. Á mínum mati. Mér finnst þetta betri kvikmynd heldur en Die Hard. Þetta er svo stór orð. Já. Þetta er gömul mynd. Ástæðan fyrir því að þessi mynd náði... Já, ég veit hvað þetta er. Ástæðan fyrir því að þessi mynd náði svo miklu vinsældum á sínum tíma er svo að hún var ekki vinsæld þegar hún kom út, en hún datt inn í public rights og það mátti nota hana í öðrum bíómyndum í bakgrunnum á þess að rukka fyrir hana. Eins og Night of the Living Dead held ég sé þannig líka. Já, í dag, já. Og þá mátti nota þessa mynd og vissi þetta var áseldi líka þannig. En þú mátti nota hana í bakgrunnum, hún kemur í bakgrunnum á mjög mörgum jólamyndum og eitt frægast atriðið í þessari mynd er ógeðslega frægt að því að það er í svo mörgum myndum. Það er þegar George Bailey heldur á dóttur sinni og dótturin segir every time a bell rings an angel gets its wings. Þetta er atriðið sem ég notað svo oft. Þetta er náttúrulega kvikmyndin It's a Wonderful Life. Ég þarf að sjá hana. Ha? Ég var eitthvað á ég að þóra við eitthvað eða á ég að halda hann með þáttin bara já, hún geðveik. Ég valdi að síða hana. Þú átt svo mikið inni. Er það bara geðveik mynd? Þetta er æðisleg mynd. Hún náttúrulega söguþráðurinn er klassískur í dag út af þessari mynd, skilur. Já. Og þú þekkir náttúrulega söguþráðurinn, ekki? Nei, ok. Ég veit ekkert hvað sem mynd er. Ég veit hvað hann heitir, það er eins ég veit. Já, en þú náttúrulega hefur hort á flest allt Simpson, eða ekki? Og svona mikið af popculture dóti náttúrulega. Og þetta er, söguþráðurinn er náttúrulega, maður sem segir ég vil ekki lifa og það kemur maður og segir ég skal sýna þér hvernig lífið þetta væri ef þú hefur aldrei fæðst. Ég skal sýna þér áhrifin sem að þú hefur haft. Veistu það, ég ætla að horfa á þessa mynd núna, fyrir jólin. Þetta er svo góð mynd. Hún er bara, og það mér sárnar að heyra þegar ég mæli með þessari mynd
fólk segir, nú svona gömul og í svarthvítu, ekki að horfa á þetta. Mér sárnar það, þetta svo falleg mynd, þetta svo ótrúlega æðisleg mynd og hann It's a Wonderful Life. Hvað heitir hann? James Stewart. James Stewart, já. Og James Stewart bara yndislegur á svo marga vegu, hann svo frábær leikari og hann svo góður og hún smá löng, minni mig. Já, hún alveg sérstaklega svona gamla myndir, það ofta styttri. 2 tímar og 10 mínútur. Já. Og ég veit ekki hvað ég segja, hún yndisleg. Ég verði að tjekka hana, ég skammast mér að ekki sé hana. En þú átt að bara inni, það bara æðislegt. Já, það gaman eiga stundum minni eitthvað svona klassiska myndir. Því að ég man fyrst skipti sem ég sá hana, ég var bara, ok, vá, þetta, ég trú ekki að ég hafi beðið með þetta í smástund, þetta bara æðisleg mynd. Og veistu hvernig ég sá hana? Ég sá hana, ég var í grunnskóla og tók svona valáfanga sem var svona kvikmyndaáfangi. Og þegar kom jól, þá sýndi kennarinn okkur þessa mynd. Sem var bara geggja val hjá honum. Og ég var bara, ég hef ekki, ég hef nánast ekki sleppt í að horfa á hana síðan þá. Já, tekur hann alltaf hverju ári? Já, hún bara það einhvern veginn svona... Þetta ekki hljóma mjög falleg mynd. Ég var að lesa þessi mynd hvað hann og svona eins og það sem þú tala. Já, hún nefnilega, þú veist, hún ekki beint það sem við myndum kalla, þarna hún það gömul. Hún ekki beint það sem við myndum kalla jólamynd í dag. En hún var náttúrulega jólamynd á þeim tíma, skilur. En hún gerist þetta ekki bara á jólunum, þessi mynd. Hún gerist í gegnum nokkur ár og annað slíkt. En af hvernig þá, hún har alltaf verið talin jólamynd? Já, það því að aðalatriðin í myndinni gerast á jólum. Hún gerist gegnum, okay. Það eru ýmisatriðin á milli minni sem ekki á jólunum, en í rauninni í gegnum árin þá aðalatriðin alltaf á jólunum. Og þetta bara svo falleg saga. Þannig að þú mælir alveg klárlega með þessar mynd, It's a Wonderful Life. Já. Og fólk ekkert að láta það trufla sig á hún sé svartkvít og gömul. Nei, og líka bara hætta þeim fordómum yfir höfuð bara. Ég með góð mynd. Góð mynd, sko. Og það líka svolítið áhugavert að horfa á gamla myndir. Ég horfði til þess að í fyrsta skipti, bara í fyrra, þá horfði ég á High Noon, Vestran. Já, ég hef ekki séð hana. Ég ætla að hún sé fara á 54 eða eitthvað. Já. Hver aðalhlutverkið? Gary Cooper. Gary Cooper, já. It's Gary Cooper, asshole. Hvað var þetta? Hvað var þetta? Die Hard. Já, vá! Ég bara, hvað var þetta? Jú, Gary Cooper. Já. Gary Cooper, asshole. En hún hún var 52. Mér varst mjög gaman að horfa á hana. Ég meina, hún eins og hún til hún 85 myndur. Já. Það oft svona í styttingattunum. Ok, It's a Wonderful Life. Búin að selja hana, ég verði að tjekka hana. Númer 2 er 1 og 2 voru svona þær voru alveg að slást. Sama hér. Já, ok, It's a Wonderful Life hefði alveg endað hjá þinnum reitt. Já, ég hugsaði með mér í rökréttum heimi þá væri It's a Wonderful Life fyrst þetta. Þetta langbesta myndin á þessum lista. Þetta örugglega bara langbesta jólamyndin og ég þykir rosa vænt hana. En hún samt ekki upp á þessu jólamyndin. En hún ekki upp á þessu jólamyndin mín. Númer 2 er Nightmare Before Christmas. Já, ok, skemmtilegt. Mér finnst hún geðveik. Já, mér finnst hún virka sem svona dualmynd. Viltu horfa á hana hrekkjavöku? Do it. Viltu horfa á hana jólunum? Ekkert mál. Þá held ég að skipti líka máli hvenær þú sást hana fyrst. Ég sá hana fyrst á jólunum. Já, ég sá hana fyrst á hrekkjavöku. Já, þannig að þú kannski tengja hana meira við Halloween. Nei, ég man þegar ég sá hana, þá hugsaði ég, mér finnst það eiginlega meiri jólamynd heldur en hrekkjavökumynd, sko. En mér finnst hún virka samt að báða vegu. Já, hún gerir það. Ég meina, það Christmas Town og Halloween Town og eitthvað svona. Já, ég held að þetta sé mögulega ein vinsælasta Tim Burton mynd sem Tim Burton leikst við ekki. Já, það margir sem halda hann leikst. Já, en tengja hann alltaf við Tim Burton, því að Tim Burton náttúrulega bara stæðsta nafnið á coverinu og allt, en hann alltaf framleitt þetta bara. Ég meina, heitur hún ekki meira svona Tim Burton's A Nightmare Before Christmas? Gæti verið, jú. The Nightmare Before Christmas. Mér finnst hún bara geðveik. Ég man því sá hana fyrst að ég hef eiginlega aldrei verið mikið hrifinn á svona söngvamyndum. Nei, það er æðislega lög í þessari mynd. Æðislega lög. Þegar ég horfði á þessa mynd, ég var líka, þarna var ég svolítið harður. Úrlingur. Og ég var bara, hvað kjaftaði þetta? Já, söng og dans. Já, eitthvað bara svona stop motion, eitthvað brúðumynd, eitthvað. Þetta bara fyrir börn. Já, þetta bara eitthvað barnadótmaður. Ég var svona úkislega svalur og harður á þessu tíma. Settur á sólgleraugun og klárar hana við sólgleraugun á hausnum. Ég verði að jafna þetta út, maður. En hún náði mér. Já. Og bara æðislega mynd, bara tónlistinni geggjuð, lögin geðveik, líka fallegur boðskapur, allt þetta. Skemmtilegir
karakterar, ekki bara aðalleikarnir, allar þessar brúður eru með persónuleika og lítil touch sem að gera þau skemmtileg og svona. Og þetta alveg mynd sem kemur mér alveg í svona jólafílingin. Já. Ok, hvað ætlum við sér ekki bara með sögumynda núna eitt? Það gæti vel verið, ég búinn að minnast á þessa mynd nokkur sinnum, sko. Já. Ég horfa á hann alltaf 1. desember. Já, mitt. Það sama hjá þér, Já, Christmas Vacation. Christmas Vacation, númer 1. Af hverju hún? Því ég er næstu vissu að þú tækir 10 manneskjur. Þú myndir spyrja hverju upp á jólumyndin. Ég hugsa 8 af 10 myndir segja Christmas Vacation. Já. Án jokes, ég held það. Næstu alveg sama hvað fólki er gamalt. Næstu því. Þetta er eitt sem að er með, sko, grínmyndir eru svo oftast fastar í sínu tíma. Gerðar fyrir þann áhorfendahóp sem að er til staðar og þinn stað menningarheiminn sem er til staðar þá Christmas Vacation er ekki gerð fyrir bara samtíman sem hún er tekin upp. Hún virkar alltaf. Þeim finnst hún eldast vel. Já, þú veist, grínið í myndinni er óendanlegt einhvern veginn. Þú veist, það hættir ekki að vera fyndið. Það því að brandararnir snúast ekki hvað er að gerast á þeim akkurat tíma í lífinu. Þetta er ekki mynd, þó hún sé, hvað var ekki, 89? Já. Þetta er ekkert 80s mynd. Nei, það er ekkert 80s í þessari mynd nema þú veist kannski parið hinum meginn sem hann íbúið að kaupa geislaspilaran og klakinn flýgur á hann. Það er eina svona sem er dettur í hug. Já. En annars er hún bara svo falleg og skemmtileg og hún er einhvern veginn bara, það er myndin sem ég hugsa á hann þegar ég var að tala erfiðleikana yfir jólin. Þú veist, ég nefndi það reyndar. Þetta eru svo fullkomnir erfiðleikar, sama hvað gerist hjá þér, þá var það ekki af slemti á Griswold fjölskyldunni. Nei. Það kemur bara ekki til greina og þetta er svo fyndið og þetta er svo æðislegt og karakterarnir virka svo vel í þessari mynd, þú veist, það er ekki of mikið af Eddie eins og kannski í Vegas myndinni, skilur við. Það er líka bara léleg mynd, Vegas léleg. Já, hún er það. Og það er bara, þú veist, amman sem að pakka inn kettinum, skilur við. Classic. Þú veist, það er bara svo mikið og fjölskylduboðið sem að með allt þetta fólk sem þau vilja helst ekki svona, þú veist, þau vilja hafa fjölskylduna saman, svo þau eru öll komin saman þá svona, ég man okkur, þetta er erfitt. Það er svo fyndið, fjölskylda mín, þú talar um 1. des, við horfum alltaf á hana á Þorláksmessu. Já, það er mikil hefð að horfa á hana á Þorláksmessu. Það var bara frá ég var krakki. Þannig mín tenging við hann er svo svakalega sterk að ég sé hann á oftast af öllum þessum myndir sem við vorum að tala um eða erum búin að tala um í þessu þætti. Mér þykir svo ógeðslega vænt þessa mynd. Já. Ef ég ætti að gera listu um myndir sem bara elska mest svona og bara standa mjög nær í hjarta mínu, Christmas Vacation kemist alltaf á hana. Já, ég er sammálaður. Það er eitthvað við þessa mynd sem er svo yndislegt. Já, er eitthvað töfra við hana? Og hún einhvern veginn sama hvaða aldurshóp, það bara virkar hún. Já. Það er svo rosalegt einhvern veginn. Já. Þetta er fjölskyldu mynd. 100%. Bara ef að þú þarft að nefna einhverja fjölskyldu mynd, þá er það þessi. Já. Og líka bara, þú veist, hinnar Vacation, European og American Vacation. Líka, þú veist, hún endar, þetta er mjög góð Þorláksmessu mynd. Af því að hún er uppbyggingin og öllu sem þú varst að klára, skilur þú veist, hún fer í gegnum 1. des upp að jólunum og endar á því að jólin í rauninni bara svona, þú veist, þetta er allt komið, við erum öll góð, við erum öll vinir, skilur þannig að þetta er rosa góð Þorláksmessu mynd, en það er eitthvað við að horfa á hana 1. des hjá mér. Mér það er svo áhugavert, 1. des? Já, sem að er svona uppbygging fyrir þessi jólatímabilið er byrjað. Já, þú startar svolítið bara jólamánuðunum með þessari mynd, í staðan fyrir að svolítið klára. Já, mér finnst meira, mér finnst skemmtilega að horfa á It's a Wonderful Life á Þorláksmessu. En það Þorláksmessu myndin þín? Já, ég horfa ekki alltaf á hana á Þorláksmessu, þú veist, en mér finnst hún frekar. Já, mér finnst hún fitta þar inn, sko. Það hún er svo yndisleg og næsti dagurinn, það sem, þú veist, aðfangadagur, þá er það svona, þú veist, kósí og kósí fyrir suma, stress fyrir aðra, fyrir eftir ykkur í eldhúsinu, sko. Já, það er alveg rétt. En Christmas Vacation er klárlega í 1. seti. Það er gaman að skulle vera báður með sem mynd. Já, ég held að vera með. Ég var alveg viss það er svo margir sem fíla Elf. Já, mér finnst hún alveg skemmtileg. Ég hef aldrei verið mikið fyrir hana. Mér finnst hún með árunum hafa svona eiginlega, mér finnst hún ennþá skemmtileg, mér finnst hún hafa samt, orðið síðri með árunum
eiginlega bara út af Will Ferrell. Á þeim tíma sem hún kemur út, fyrst getið sem ég sá hana var að ég fekk hana í jólagjöf. Ég veist ekki hvað verið, 12, kemur 2003. Ég er 11 ára gamall. 9 ára. Hvað ég að klúra starfræðinni hérna? Hvað er þetta fættur? 94, þetta er 9 ára. 9 ára. Já. Nema það að hún kemur á DFT 2004, en ég er 10 ára. Ég var flutt til Íslands þá því maður. Ég fekk henni í jólagjöf og ég horfi á hana með fjölskyldunum minni, sko, við byrjum á hana 12:30 eftir miðnætti eftir aðfangadag. Og hún er búin 3-leytið eða eitthvað. Og við bara, það sofnaði enginn, því hún var bara sprengklægileg og skemmtileg. En Will Ferrell-ismin finnst mér hafa svona eiginlega gert hana síðri með árunum. Fyndið? Það því hann mér finnst hann minni Buddy the Elf og meiri Will Ferrell. Þetta eru bara sömu stælar. Já, ég skil þig. Þetta eru bara sömu stælar úr í öllum öðrum myndunum hans. En á þeim tíma þar sem hún kemur út, þá Will Ferrell ekki búin að punga út svona mörgum myndum. Það er góð punktur. Og þá þetta meira svona, svona nýtt eitthvað með. Og hann að lifa í gegnum Buddy the Elf með alla stælana sína á svona Will Ferrellismann. En svo bara þetta bara Will Ferrell. En það er líka eitt áhört kannski við lista minn, því ég var að fara yfir hann. Þetta er svona næst, já, því að Christmas Vacation svona 89. Er það ekki rétt hjá mér? Er hún ekki 89 frekar 90, mannstu það? Ég væri að tjekka núna, þegar málega er. Ég er ekki brjálaslegur í ártalum. Hún 89. Þetta er allt 90s myndir hjá mér. Já. Ég fættar 83. Þannig þetta er allt myndir, ég er kannski á bilinu 7 til 12 ára eða eitthvað. Já, þú ert að sjá þetta í fyrst skipti. Já. Og það kannski tengist líka því eins ég talaði við, eða nefndi á hann. Ég tengi svo mikið jólin við eitthvað svona æskut út. Já, það sem þér fannst gaman að jólunum enda. Í rauninni. Mér finnst alls ekki leiðast á jólunum. Og ég er bara svo spenntur núna að taka þennan nýja kafla með syni mínum. Skilur, næsta árin og bara, ég sýndi núna það sem ég í stúdíónu, jólahúsi og ég kveikt af því og það ljós og tónlist, bara svona fyrir fólk sem hlusta. Það er svo sletta. Þetta er skemmtilegt. Mjög skemmtilegt. En hún varst alveg geðvægt. Hann sé alltaf bara ljósinn og tónlist og skegja. Þannig ég er mjög spenntur fyrir því, en það voru nokkur ár þar sem ég var bara svona, já, núna ætla ég að komast í jólakím. Já. Svo gerist það ekkert. Skilur þið. Og svo bara ég kynnist kæristu minni, já, yes, ok, núna koma jólin, núna bara að vera geggja romantist og ást og kærleikur í því hvað. Það kom ekki. Þannig að það hefur orðið svona erfar fyrir mig eftir sem ég eldist að komast einhvern jólakýr. Og ég er að vona svona minn hjálpi núna næsta árin. Alveg 100%. Að ég saknaði spínu. Já. Sumir segja þetta sé ástæðan fyrir ég eignast börn til að endurlíka æskuna. Upplifa allt aftur í gegnum þau. Já, ég vonaði eftir að koma. Ég held það segja allir. En svo líka, þú veist, ég haldi þessu rosa mikið í gegnum kvikmyndinar. Þú veist, að halda því að ég horfi á svo margar jólamyndir jólin og það bara einhvern veginn vekur upp svo mikið að skemmtilegum jólaminningum og tilfinningum og svona. Já, það getur verið þessi jól verið öðru sem einmitt. En allavega, já. En við erum ólíkið þarna, þegar þú talar þú værir, ef eitthvað þá þetta bara svona aukastjör. Ég kannski eitthvað smá svona limbo núna, því hann það ungu strákur minn. Já. En ef við tölum saman kannski á næsta ári og það næsta ár. En hvað skreytir mikið? Ég með langast að segja, ég skreyti bara eins og Griswold, bara í allt húsið. Nei, ég skreitir ekkert svakalega mikið. Skreitir þú mikið? Við skreitum mjög mikið. En það? Já. Við pakkum... Bara utan og innan, bara... Já, við erum í íbúð, þannig að svalirnar eru bara með jólaskrauti á, þessum að serju. En inni bara, eins og okkur að vælt, bara jólunum yfir. Já, inni þannig að við tökum í rauninni, mann ekki hvað þetta orðið, 3 pappakassar, stóri pappakassar. Af bæði serjum og skrauti og við tæmum þá kassa og fyllum þá kassa af dótið sem við erum með vanalega. Já, skiptum því öllu út fyrir jóladút. Sem ætla að hvíla með hann í jólunum. Já, og það er bara rosalega mikið af jólaskrauti. Það eru svona gæjar með ljósum og það er jóladagatalið frá Griswold fjölskyldunni og það eru jólasveinar. En þá er ég líka að spyrja, hvenær kemur þetta upp hjá þér? Hvenær skreitið? Við skreittum... Þeir eru búin? Já, við erum búin. Skreittum ekki núna helgina, þar síðustu. Sem er þá, 17. nóv eða eitthvað.
Já, bara í kringum miðan nóvember. Já. En mér finnst það bara alltaf í lagi. Mér fannst það rosa mikið glæpur því ég var yngri. Ég vildi bara fyrsta DS, þá má hlusta á jólalög, þá má á jólabíómyndir, þá má skreita og bara tréð okkar fór ekki upp bara fyrir 2003. Þá var það skreit. Já. En ég er svo gaman í dag og minnst það líða svo hratt. Finnst það alltaf í lagi að byrja að hlusta á jólalög? Ég finnst að hlusta á mér sem bara í lok október. Já, ég hlusta, já. Ég hef stundum tekið það að hlusta á jólalög í júní. Svindla. Já, júní? Bara aðeins að peppa mig, skilur. Smá Michael Bublé eða eitthvað. Bara aðeins að koma mér í gírinn. Í júní? Það gæti ég ekki. Já, ég menn akkur ekki, þetta er bara lag. Já, það er samt, það er eitthvað sem að poppar upp í hausunum manni, skilur, eðlilega. Jólatengt, tengt snjó, tengt kulda. Þetta er náttúrulega ekki eðlileg hegðun, sko. Þetta er ekki eðlileg hegðun. En ég ger þetta stundum. En tréð? Hvenær skreitið þið tréð? Ég veit ekki, við erum að taka fyrst skipti gerfið tré núna. Já. Hefur alltaf með alvöru? Já, hrundu bara svo ógeðslega marga köngulægir af trénu í fyrra. Sorry allir sem eru að hlusta maður ef þeir viljið taka eðlilegt tré. En það bara var, og við erum með hund og við tókum ekki eftir að vera köngulægir fyrir en setna meir. Og þegar við sáum könguluna, þá labbaði hundurinn að henni átana og við hugsaðum, fuck, hversu marga köngulægir hún búin að éta sem við erum ekki múin að taka eftir? Hvað eru marga köngulægir í þessu tré? Þannig að tréð okkar í fyrra fór því miður út á svalir á Þorlákshúsi. Það var mjög leiðilegt. Þannig að við tókum þá ákvörðun að við keyptum gervitré núna og ætlaði að vera ekki bara sett upp, þú veist, bara núna í byrjun DS eða eitthvað. En setið þá ljós og þið bara skreitið á allt? Já. Já, ég er að pæla að hendi það líka bara. Já, ég meina, þú veist. Fara að setja bara upp bara. Já, ég meina, sonuðin eftir að elska þetta. Já, en það er að fucking grípi allt. Tósa á hrista maður. Já, það verður eitthvað. En áhugavert með það að þú hafi verið með alvöru tré svona lengi. Þú hafði sérst aldrei með gerfutré. Jú, þú veist, einstöku sinnum gerfutré. En oftast, þú varst spenntar fyrir alvöru tré. Já, miklu spenntari. Ég nefnilega hafa uppreist bara að liggja á heimilinu okkar þegar ég var yngri. Þegar þau ákvaða að breyta yfir í gerfutré. Ég fór bara í fílu. Ég vil alvöru tré. En mál er eftir að maður prófa þess að gerfutré. Dægilegt. Það er no looking back, sko. Ég mun aldrei hún alvöru tré. Það er líka ein skemmtilegasta og eftirminnilegasta minningum jólatré. Voru jól sem ég var með hjá pappa, skilnaðabarn. Og hann fer út í búð, ekki út í búð, hann verður í jólatré söluna. Og ég og stjúpmamma minn býðum heima og yngri bróðir minn, eitthvað, ég man ekki alveg hvernig það var. Og hann kemur heim með eitthvað ljótasta og ógeðslegasta jólatré sem að ég hef á ævinni séð. Það voru svo mörg göt í því og það var allt í sikk-sakk og eitthvað. Þetta var bara viðbjóður þetta tré. Við skreitum það og það bjargaði ég ekki. Þetta var ennþá ógeðslegt tré en við munum ennþá eftir þessu. Við tölum ennþá um ógeðslega jólatréð. Það var þetta góð minning? Jú, góð minning. Jú. En það var eitthvað stutt eftir það sem að pappi fór að taka gerfutré. Hann er ekki nett þessu lengur. Það er bara, þú veist, það hefur verið svona, þú veist, ég fer að kaupa eina tré og það er ekkert nema vanþakklæti. Engin svona með það. Ógeðslegt tré. Ég mæri allavega gerfutré. Það er líka gaman að fara að velja alveg tré saman. Ég myndi ekki nenna í dag, maður. Við gerum það, já, í fyrra. Fórum að völdum til öppum fundum tré. Ég er ekki fáka kóngulað tré eitthvað. Nei, þá svo aftur kom það ekkert nema helvítis kóngulær út allt maður. Það er ríkalegt. Við vorum líka bara, shit, ætli eitthvað þessum kóngulám, ætli það sé eitthvað staðar í hotninu, eitthvað staðar núna. Fyrst sem ég myndi hugsa. Já, sem að hundurinn er ekki búin að finna og éta. Já, fyrst sem ég myndi hugsa. Og hvað ef hún eignast egg og það verður bara kóngulár út allt og þú veist, Við skulum enda því, Sigurjón, að fyrir ykkur sem er hlustið að horfa á það, ekki kaupa alvöru tré. Ekki kaupa alvöru tré. Kaupið gerfutré. Herðu, slúttum þessu bara. Algjörlega. Takk fyrir að koma, maður. Já, takk fyrir að fá mig. Og gleðileg jól. Sömuleiðis.